kvöldið og verið velkomin í ljósleiðaradeildina. Það er fjórða umferð sem við ætlum að horfa á hér í kvöld og með mér er hann Beggi aftur. Blessaður. Hann, Tommi okkar allar besti, hann er fluginn að seinka aðeins. Já, það bara... Við fyrirgefum það. Það kemur fyrir bestu menn. Það gefur mér bara ennþá meiri quality time með þér. Já, við höfum aldrei nóg að því. Nei, það er svoleiðis, en það eru fréttir, Beggi. Já. Stórar og miklar fréttir, það er CS2. Það er staðfest. Sjúklega spenntur. Við ætlum að spila CS2 í dag, MR15, sem að við ættum ekki að venjast út í að það er ekki MR12? Jú, það er MR12 núna nýja trendi. Já, sem sagt að liðið sem er fyrst upp í 16, það vinnur leikina hér í kvöld og fram að öll liðin í deildinni hafa spilað einu sinni á móti hvort öðru. Þá ætlum við að breyta aftur yfir í MR12, það sem að liðið sem að vinnur, sem er að ná upp í 13. rándi. Já, bara til að koma upp fyrir að það sitja eitthvað upp með, já, ég tók fleiri ránd í fyrir lótunni út að hann spilaði MR15 kerfið, sko. En það er bara mjög sniðut, í stæðan fyrir að breyta allavega strax, sko. Ég er líka meira hlyntar MR15, sko. En það er bara persónulegt að þetta verður learning curve fyrir kvöldið. Já, það verður það, sannlega. Og þetta mun breyta metunni alveg helling held ég, þú ert ekki að vera að forsa í öðru rándi. Ja, það er spurning, ég meina, verður kannski priority núna hjá Term að stöffa meiri pistol og planta til að fá betri, bara gunrándi í öðru rándi, ég veit ekki, þetta getur breytt alveg helling. Já. Helling, en já, við ætlum að fara við leiki kvöldsins, Beggi. Það er nóg að gera hjá okkur í dag. Það er IA á móti Dusty sem er fyrsta leikurinn. Það getur orðið hellingsveisla því að IA situr í öðru sæti og Dusty í fyrsta. Já. Og annar leikur dagsins, það er Breiðablik Atlantic situr í 9. sæti. Já. Ekki búin að finna sigur enn sem komið Breiðablik í 8. sæti. Þetta er svona botslagur. Já, Breiðablik samt með svaka leik, hérna seinasta leikur á móti Tension. Algjörlega. Dusty náttúrulega ennþá eina tablausa lið í deildinni. Já, algjörlega. Já, Breiðablik eins og komst inn á, þeir tóku Tension sem að voru tablausir og unnu það bara nokkuð sannfærandi. Já, 16-7 ef ekki? Jú, 16-7 í Ancient. Algjörlega. Kannski að við kíkjum bara á stöðutöfluna eldsnögt. Hérna sjáum við Dusty, þeir sitja í fyrsta sæti, IA, Ármann, FH og Tension og Þór sitja allir, já ekki í sama sætinu, allir með 4 stig. Já, rándi fyrir hana smá á millir en það er allir með 4 stig. Algjörlega. Saga og Breiðablik, þeir eru búin að vinna 1 leik hvor og Atlantic og IBVF sitja á botnum sigurlausir. Já. Það er bæðið með svipað rándif líka þar, sko. Þetta er allt mjög jafnt annars, sko. Og, þú veist, ég kom aðeins inn á það í síðustu útsendingu og þetta væri deildin sem er sem jöfnust. Þú veist, ég hef ekki séð jafnari deild bara ever. Ekki hingað til allavega. Þú veist, það er einhvern veginn öll lið geta unnið, öll lið finnst mér, þú veist. Þetta er svona, þú veist, ég hef aldrei séð close deild, þú veist, mér finnst öll lið geta unnið alla. Það er öllir rosa close einhvern veginn og leikir einhvern veginn geta farið mjög í raun og veru báða megin, sko. Eins og við sáum bara í síðustu umferð það sem að Breiðablik akkurat unnið Tension sem að enginn átti kannski von á en það má aldrei skrifa út Breiðablik. Nei, það var líka örugsigur, sko. Það er stórt spurningamerki baka það og svo náttúrulega bara búið að vera eitt svona rúst á tímabilinu. Það var þarna Dusty IBVF í Mirage 16-2. Atlantic Þór. Já, djók, það er náttúrulega 16-3. Hausinn minn, það var ekki 16-3 fyrir mig þannig skilur, en jú, hann fór að vissu þannig, sko. Já. En Þór bara spila sin klassíska Þórleik, sko. Já, það er, þú veist, tempóið alveg í botni og meðbyrjan allur með Þór í þeim leik, algjörlega. Atlantic held ég með 8-9 endur kill, sko, og samt bara... Já. Stundum er erfitt að eiga við Þórsmenn mjög. Ég kannast mjög vel við það. Þær eru litlu vélarnar. Nákvæmlega. En ræðum aðeins fyrsta leikinn IA á móti Dusty. Hvernig er þetta leikist í þig? Hvernig ertu að sjá þetta fara? IA Dusty? Ég held þetta gæti alveg farið 16, 11, 12, cirka bát. Það var náttúrulega fer eftir hvert tekur pistol. Þessi jöfn eru bæði jöfn í pistol. Vinna 4 og tapa 2. Já. Og... Ekki gleyma því að það er CS2. Já, CS2, sko. Þetta gæti verið skiptileikir í vélina, sko. Sjá hversu margir komnir á P2 eins og ég og hversu margir fá Glock-kills hérna, sko. Glock, það er allir að segja Glockin sé best og
Glokkin reyndar alveg lúmst, sko. Já, Hljómar svo túttubissa. Já, Fylgistu vel með því á eftir. Tú. það samt eitthvað get satisfying við Glock hljóða fyrst mér, sko. Já, ég alveg sammála. Sérstaklega þú hettar, það kemur líka svona miklu meira ábyrgandi gúshljóð, sko. Já. Þetta eru smáatriði. Algjörlega, en ég komin í P2000 líka, ég komin í það gengi, ég hef aldrei spilað P2000 á ævinni, en í síðast 2 ára ætla ég að prófa það. Sama hér. Þetta tími breytinga og við skulum prófa allt. Já, ég er sammála því, við eigum að gera það. Já, þetta er náttúrulega bara eiginlega nýr leikur, sko. Algjörlega, en já, í að Dusty, þú segir 16-11, væntanlega Dusty megin. Já, það er spáð mín, já. En mér langar að sjá spennandi leikina, 16-14 leik. Algjörlega, kíkjum á lið Dusty, ef við eigum það tilbúið. Þetta er liðið sem er búið að vinna alla leiki enn sem komið er. Og náttúrulega frábæri leikmenn, Rafleif Pandas, Þorsteinn F, Þór eins og við viljum kalla hann, Steppi Kókó og Edison. Svaka line-up. Það er mjög mikið af spilurum sem þú vilt hafa, rólspilurum í þessu liði. Já. Alveg góð blanda af öllu einhvern veginn. Frábæran entry. Já, með Edison sem er náttúrulega bara svo hæfileikar ykkur spilari, Steppi Kókó sem er bara, ég held að sé bara wildcard Íslands. Já, algjörlega. Bara ekki þá meina ég ekki, hversu vel hann fraggar, bara spilastílina skilur, stundum er hann hoppað að taka 360s og bara samt færa hann öll kill sem hann vill. Steinin er náttúrulega orðinn leiðtoginn í þessu liði sem er alveg bara til fyrirmyndar, hann er orðinn bara góður yngjulítir. Pandas, Akkeri sjálft og Elvar komin inn á vappan, eða fyrir ekki, Rafleif komin inn á vappan. Já. Rafleif, Elvar, aftur og bak. Já, einmitt. Já, ég bara vanur að kalla allir stundum nöfnunum sínum, sko, en ég þarf að venjast nikkunum, sko. Algjörlega, en double wappa setup í þessu liði, það er sennilega hættulegasta liði til að vera með double wappa setup. Já, það eru 3 vappar hann líka. Nákvæmlega, við gleyma því, sko. Í liði Dusty, hver er Kólamóli Demma? Er Kólamóli núna? Já, yes, heyrðu, það er Þorsteinn. Nei, ok, ég er ekkert með gott rekord í þessu anyway, sko. Beggi, ég hafði trú á því núna. Steppi Kókó, ok. Ói, kom 4 í einhvern. Þetta er galið. Wow. Statíkin er rosalega á Kókó þessa dagana. Hann er búinn að eiga nokkuð góða leiki. Já, en ég giskaði einhvern veginn Þorsteina því að hann seirustu 2 leikina eru bara búin að vera gullfallegir, sko. Já, ég er bara hjartanlega sammála, en mér finnst Kóka hafi flogið svona svolítið undir radarinn. Já. Eins og við sjáum bara á einhverjunni hans hér. Ég ætla ekki að hætta að minnast á þetta, en þegar hann var að spila á móti IBVF þá var ég að fylgjast með hann kamera á stundum á honum og hann er bara hoppandi, spilandi hann á rampin og hoppandi og hann eins og ég sagði, bókstaflega að taka 360 til að drepa spila. Bara hann með mouse XL og bara þú veist, ég bara, hvað er í gangi, skilur? Ég get ekki spilað þetta, sko. En það er jo en gamall og klikkaði spilari, sko. Ég myndi sennilega missa úliðin ef ég myndi reyna þetta, sem er ekki gott. Algjörlega, en lið Ía, við kíkjum á það eldsnögt, það eru okkar bestu menn, Midgard Jón, Einar Vakk, Ósinder og Triple G. Ok, spennandi lið líka. Já, algjörlega, þeir sitja í öðru sæti deildinni sem er svona, þú veist, ekki margir sem áttu vonaði, held ég. Nei, kannski bara svo lítið búið að deildinni og mörg lið búin að bara treyta vinnum, skilur, eins og við unum FH er okkur fyrir ekki, þeir eru FH, við unum Ía, við í sögu, þannig að þetta er allt rosa svolítið að skiptast á milli og nú ætla Tension tapa á móti Breiðablik. Þetta er bara æsi spennandi eins og er. Algjörlega. 4. umferð að byrja náttúrulega, þannig. Já, nákvæmlega. Ég hefði hort á þetta lið og sagt, já, þeir eru að fara að lenda í svona 4. og 5. sæti. Ég held að það sé sanngjarnt mat. Já, alveg sanngjarnt, já. Bara út frá, allavega fyrir sögu, kannski ekki út frá spilurum. Nákvæmlega. En lið Ía, þeir eru búin að vera að æfa með rosalegan coach. Aha. Margir sem að vita þetta og eflaust fleiri sem að vita þetta ekki. En það er Snæder. Manstu eftir honum? Já, ég man eftir honum. Er ekki einhver 1,6 jeppið það? Jú, og góð líka. Já, góð líka. Var hann í Fnatic í gamla daga? Já, gamli góði Snæder. Hann var með hann á fyrsta DreamHack, eða ekki? Fyrsta majornum. Já. Býtu, hver tala sænsku í liðinu? Ég fór bara í kvíðakast þegar ég sá hann Connectin á Teamspeakið hjá okkur. Hvað er hann að gera? En er hann þá mótsað á ensku? Bara eitthvað svona koma pointir? Já, ég gerir ráð fyrir því. Okay. En það er allavega greinilegt að þeir eru að setja alveg tíma í að spila. Ég sé þá líka prakka bara endalaust. Já, þeir eru búin að prakka síðust 2. Þeir reynda gaman að segja frá. Ég held að þetta séu bæði 2 liðin sem eru einu liðin sem er að prakka aktuál í síðust 2 núna. Ég ætla ekki að fullera það, en ég held það. En þeir verða náttúrulega að gera allir núna. Já. Sem eru ennþá fastir í hver er góð? Já, það er eflaust margið þannig. En við viljum fara yfir í síðust 2. Já.
En í liði IA, hver kólamólin hér? Það seinast var á Midgard, þú mátti gera með 2 röð, þannig nú ætla að hendi Jón. Já, algjörlega. Það er bingo. Það er bingo í sal. 1-1 í dag. Það er Jón, hann er með 1,38 í engun. Sem hefur einnig flogið rosalega undir radarinn. Frábær á vappanum, hann Jón. Já, hann er geggjað. Hann er svo yfirvegaður. Já, og það er merkilegt að spila með honum. Hann er rosalega rólegur. Já. Þú veist, það liggur við að ég hafi ekki heyrt hann blóta, bara ever. Nei, bara svona stundum, svona, kannski maður spila núk og einhver rössar í hann úti, hann er búin að döða 3 röndir þá heyrir svona djöfullin. Alveg svona smá, svona Það kemur alveg fyrir. Já, sjálfgeft. En frábær vappi, Jón, besti Jón á landinu. Ég er búin að færa það góðfúslega yfir á hann. Hann tekur því. Algjörlega. Ég veit að Vítóið er klárt. Ok. Í hvaða mapp vilt þú sjá þetta enda? Sko, mér langar ekki að sjá Vertigo. Nei. Ég vil sjá bara eitthvað straight up Mirror'sina. Það er svoleiðis. Ég held það. Ég held að það væri geggjað að fá bara CS2 og að byrja í Mirrors. Það væri negla. Ég er efins, ég held að þetta fari í Anubis. Við kannski kíkjum á Vítóið. Pass út fyrst hjá IA. Ok. Vertigo tekið út, já. Vel gert, Dusti. Guðskjöf, þegi Beggi. En já, ég væri svo sannarlega til í Miraz og sérstaklega hjá þessum 2 liðum, bæði lið sem að vilja spila Miraz en Anubis tekið út, þau vilja ekki spila Anubis í síðast. Spurning hvort það sé FPS tengt eða bara... Nei, Anubis rönnar alveg vel fyrir mig, sko. Ég hef ekki lent ykkur sem sett ykkur möppu sem rönna illa FPS í CS2, annað en Ancient kannski. Nákvæmlega, Núk tekið út. Ég held að sko bæði Vertigo og Núk séu mögulega respektbönn, allavega Vertigo hjá IA. Já, en aftur á móti þá er ég ekki búin að spila neitt Núk á tímabilinu. Þeir eru búin að banna í öllum 3 leikjunum sinum. Þetta er að fara í Inf. Inf eða Mirr. Já, það væri gaman. Ég geti alveg séð fyrir mér Hann er komið meira spannið. Ancient. Hvernig er... Nei, Dusty pikka Inf hérna. Þeir vilja aldrei fara í Ancient. Þetta er Inf. Það er nýja Infir. Hvernig væri það? Það er náttúrulega mikið breytt. Mjög mikið breytt. Það er bara allt annað mapp. Allt annað mapp. Gotflassið á banana, það virkar ekki. Þetta gamla góða, CT-smókurinn, hann er breyttur, C-smókurinn er breyttur á terrum, það er allt breytt. Þú getur feika bíð frá sekundmynd. Já, og skulum ekki gleyma því að í CS2, það er ekkert skybox, þú getur kastað bara úr Dust 2 yfir í Miraz og það er ekkert í össin. Ég sá einhvern gaur á YouTube vera að kasta einhverju smókum sem sagt frá miðjunni yfir á bíð og það leit út þess að væri bíðstöf, sem sagt að koma úr af longinu og ég var bara, ok. Þetta er cool. Það er áhugavert. Þannig það verður gaman að sjá hvernig Inferno þróast núna í CS2 og hvernig meta verður. Inferno tekið út. Það er Ancient, Beggi. Þeir voru lengi ákvæðið sér hérna. Þeir vildu örugglega bara, Gísli er örugglega bara með eitthvað sko, já, þeir eru bara spektbanna Gísli hana kannski, ég veit það ekki. Gæti verið, en ég held að Dusty sé ekki hrættur að spila mótin einum í Inferno. Nei, þess vegna held ég að þeir hafa verið svo mikið að spila Inferno í Galanda og Steini er góður í að kóla Inferno. Já, spurning. Hann er mjög segur í að kóla. Hvort þeir séu búin að eyða ykkur púður í Ancient Dusty menn allavega. Já, það er spurning. Sama með IA, hvort þeir séu búin að prakka Ancient. Já, Ancient er, það er mikið betri lýsing í því sko, en eitt sem ég mæla alveg með og er alveg á sérstaklega við Ancient í CS2 er að setja skugga í gang. En allavega, nóg með skugga, við erum live. Nóg með skugga. Ef við förum á ykkur sem er á terspóni, við sjáum að IA þeir vinna hífa, þeir vilja CT, heyrið tónlistina á terspóni. Hún er guðdómleg. Voða róleg, þeir fara 4 BM-in Dusty til að byrja með einn í miðju lörk, halda róteitinu eða hvað og þeir róa þetta bara niður. Þeir vilja ekki keyra, þetta sem er með P250 og Armor gerir ráð fyrir. Hann er látin í að finna eitthvað hér. IA menn bara rólegir á móti, þeir eru ekkert að stakka neitt sérstaklega, 2 A-megin í mappinu, 3 B-megin, bara standard pistol hjá IA. Já, þetta er líka classic pistol að Dusty, setja raidbossin á þetta og reynum að finna eitthvað en ég ekki gefa neitt og höfðsveitir ekki umlegra stöð til að taka á móti þessu en þetta er gott beit, Midgard fær Midgard fær allt gefið sér eða hvað. Það er alltaf fatt að Dusty megin hér, það voru bara 3-1 eftir og hann er feldur af Kókó í miðunni, Kókó með 2 í miðju, lúmskur. Litla lörki, þeir heyrðu tónlistina. Þetta er fyrsta rondið í CS2 ever. Dusty taka það. Og Dusty sigla því. Ég verð að segja, það er svolítið fallegt að horfa á CS2-ina. Já, CS2 er náttúrulega uppfærið leikur af CSGO
búið að eyða miklu púðri í að gera leikinn þvílíkt fallegan. Hann mikið bjartari en við höfum verið svona venjast í CSGO. Já, ég náttúrulega spila leikinn í 4-3 Resolutioni, þannig ég tek vall eftir þannig mun, en þegar ég horfa á þetta núna í 16-9, þetta lítur bara helviti vel út. Já, þetta alveg guðdómlega fallegu leikur. En þeir forskaupa hér sem að við erum náttúrulega í gamla formatinu MR15, þannig að ég hugsa að sé bara ekki vitlaust að kaupa hér. Nei, þetta ekki vitlaust, sko. Ég meina... Þessi smókur er mjög svo vitlaust. Þetta gefur Jóni vona glæti hér með deglun í miðjum, fær 2 grenur. Fær rísmók hins vegar. Það kostaði stöff í miðjunni. Hvað Midgard með nóuna? Mér langar að fá að vita það. Hann hér hinum einu vekkinn, Midgard með nógu, Einar í hinu horn á mótunum með deglu. Þetta getur verið virkilega gott sett upp Þorstein F. Lapparinn sér Einar, fellir Einar. Midgard finnur ekki mikið meira en það. Panda svarar leið. Við erum mikilvægt treytinu, en Triple G geggjar stölu til að einangra bómbuna, sér skuggan. Nei, en Rafli gerir vel og fellir hann þennan í rafnum og þeir eiga bara bjössetið. Eiga bjössetið, bomban komin inn á, þá eru bara 2 eftir, Holster og Jón. Þeir eru báðið með deglu í höndunum. Þeir vilja mögulega gera skada hér en ekkert mikið meira það. Halda hérna, live to fight another day. Algjörlega. Og bara muna líka sem terrar. Þú þarf að vera að koma svona kílómetri burti frá bombunum til að missa ekki 50 HP. Sko. Já, sem er náttúrulega annað update í CS2. Já, það er þetta svolítið, já, mér finnst það svolítið fáránlegt. Sko. Bombardífisinn mikið stækkaður í nýja leiknum. Það er bara eins og smókanir, skiljið. Þú getur bara verið á bíðun í döst og dáið mirrar, sko. Það er nefnilega málið sérstaklega í Ancient. Það leynir rosalega á sig. Þetta sér í raskatið á Jóni þarna. Jón með einstaklega stórt raskat, hann fer fyrir þetta horn. En sjáðu, Eddi sér hann út af skuggan. Það er svo klikka hvað skuggar eru overpowered í þessu leik. Ég bara innilega mælu með að þið stillir skugga á að vera í high og setja ambient occlusion, eða hvernig sem maður segir þetta, í high. Algjörlega. Það breytir öllu þegar þú ert að spila sérstaklega mappu svo Ancient. Það gefur þér forskoti yfir hinn andstæðinginn ef hann ekki með þetta í gangi. Já, bara eins og sillu, þú getur bara séð gaurinn í donut eða hann er offangul, ef þú ert að sillu sem terri. Það er bara, sjá til hvernig þetta fer. Ekki svolítið galið að spá í þessu, en þetta er bara það sem við þurfum að venjast í nýja leiknum. Dói leirir þetta með það er ambient occlusion. Já, þannig að koma. Með sterkum hreim. Já. Kókó, hann er komið bara upp í það eru 4 leikmenn inn í helli og þeir eru allir með uspu. Ja, Stebbi bara sendur á smá missionin að finna info og sjá hvort þessi stakk og það bara kemur kollið en góð, nei. Og hér hoppa þeir út helli, Triple G, Holster og Einar, þeir eru allir feldir í Jón verið segja líka. Midgard einn eftir, hann gerir ekki neitt. Geggjað. Vel spilað hjá Dusty, bara senda mannin upp í info og sjá hvort hann finna eitthvað, sér ekki neitt en já, voru alveg góður stöðuna, voru með flash og tilbúinir í retake, einhvern veginn bara hefðu getað komið á óvart en Dusty bara betur hér. Algjörlega, eini maðurinn í sem er búinn að finna fragg hingað til, það er Midgard. Já, en Jón, komur á vappan. Algjörlega, það getur verið stór hættulegt, Jón eins og við töluðum fyrirleik, virkilega fær á prikinu. Hvert fyrir hann fyrir BN strax? Og hver er Elvar? Já, hann með akkafóra. Kókó, hann bara komin út miður, Triple G feltur og þar annar maður sem að Kókó að hlaupa framjá eða hvað. Þetta er svo mikið Kókó move, hlaupa bara upp með mökkuna sko. Og hann finnur hann annan hér, nei, Hósetir hefur betur hér með M4-in í höndunum. Það er jafnt í liðu, menn þetta favoritar alltaf terrana í örlítið betri stöðu hér. Splittar af vörninu og hérna er samt gott setup hérna hjá hann sé tilbúin að backa upp á rauða. Við búast við pressu hérna, sérstaklega Midgard hérna, hann er alveg tilbúin fyrir þetta. Algjörlega Midgard. Vel gert hérna að smóka út keifin, alveg einangra allt info meðan þeir eru í þessari klemmu sko. Algjörlega, gera allt þetta. Þarna sá við þegar að kasta grenu inn í smók í CS2, smókurinn hverfur. Þetta er stóra breytingin líka. Edison hann er kýtla á í genu veginn, þeir taka nánast engan skaða þarna. Það er svo þægilegt sem sitja að vera volbangaðar þarna. Já, þú heyrir í þeim. Og það getur verið gott info fyrir Dusty. Vita allavega einu minn á sæt. Þetta var alveg, það getur verið hættulegt. Eddi ætlaði að molla hann út í Ninja en hitt ekki mollanum. Og já, það hefði fengið info en það er bara aukaðri. Algjörlega, hérna er bomban að fara að megin vatnið. Hann fer þetta í miðju með bombu og hann er langt á eftir öllum hinum en þeir finna hann ekki. Raflega með bombun á bækinu, kemur hann á bíð. Þetta er bara komið í 4-3. Algjörlega. Ég er bara búin að vera passífur og þægilegir hérna. Og 20 sekúndur eftir þegar bombu við niður. Edison, hann er felldur hér, Einar vakkiðu betur. Þá eru bara 2 Pandas og Raflega.
Þeir verða að gera eitthvað stórfenglegt hér með AK-unum í höndunum. Verða að vinna þetta ránd en Einar svara vel, búinn að fá 2 frökk hérna, kemur út Bróki, vita Pandas er í slemri stöðu. Pandas MVP stórmeistaramótsins í fyrra, getur hann gert eitthvað hér. Galil í höndunum, Galil náttúrulega buffaður en hann finnur bara einungis einn. Er Galil svona eitthvað buffaður? Er það staðfest eða er þetta bara eitthvað? Galil er buffaður, það er 100%. Ég voru að leggja allt mitt undir. Mér líður eins og margir alveg þetta sko og mér finnst það betri sko. En er það kannski bara út af hittiregginu í leiknum? Það er eitthvað betra. Það gæti verið, en þú heyrið það bara á færiðin í Galilum að skotin bara hverfu úr henni. Já, hún er... Ok, ég get sett að það er miklu flottara hljóð í Galilum. Það er alveg by far mikið flottara hljóð sko. Hittir sem þú settir byssunni í ruslatunum og byrjar að skjóta. Það er nefnilega málið. En IA komin á blað, komin með 1 ránd, Dusty með 3. Hérna fá vappadúl. Hvert er Elvar að fara? Maður sjá Nían, hann er að stöffa fyrir það og hvert er Johnny að fara? Í miðuna. Triple G close í miðju, hann ætlar að taka miðjuna af þeim. Jón með honum með vappan í höndunum, finnur hér. Triple G hins vegar, finnur Þorstein F hér. Virkilega mikilvægt að finna þetta entry fyrir Triple G, hann er að spila framalega í miðju. Þetta var svona plana, býtu, nú með þetta. Þetta setur rosalega pressu á Dusty, þeir verða að góa sennilega fyrr en þeir hefur viljað. Kókó kom inn á side, finnur Einar. Við erum fá þetta fast hana fyrir en 1 gig fragg. Midgard finnur einungis 1, Rafleð svarar leið. 3 á móti 3, bomba á leiðinni niður. Planta á B-inu. Gott flass hana í 5-una. Elvar í hættu með stuðu. Nei, Ekki skotið hér. Jón er með hann, nei. Rafleð fellur hann, tekur hann 2, nei. Hósiter hefur betur á móti Rafleð og núna er það 2, Edderson og Kókó. Stórstjörnur Dusty eftir ólust upp saman nánast í leiknum. Steppi Kókó spila sína stöðu í smóknum fyrir að reyna að finna hver annar maður er en Edison fellur hinn. Þá bara Hósiter 1 eftir, hann ætlar að stikka þetta. Nei. Kaldur en nær ekki að diffjúsa bombuna hér. Dusty 4 ránd. Það var mikilvægt hann fyrir Jón að hitta þessu skot á Elvar. Elvar er að píka inn í hann og Jón þarf að hitta þessu en Rafleð hefur bara betur. Algjörlega. Og það er spurning hvort það verið sagan í þessu leik. Það er aldrei að vita. En Dusty komin í 4 ránd. Þetta er svo vont sem City sko. Missa hana, vinna fyrsta gunrándi, missa 3 og lenda svo bara aftur í spari. Og með á leifi bara herranum að byggja pening, hvað þá í Incent. Það er rándýrt. Þeir eru að viffa hérna midsmóknum, það er eitthvað sem ég getur nýttir. Það er alltaf búið að nerfa svolítið herrana í Incent af því að það er búið að taka í burtu hérna instasmókuna. Já, algjörlega. Dusty með... Og setur í vandræði með degluna. Panda sína entria, góða molli fyrir default sæti. Gísli ætlar hann að gera eitthvað svakalegt hérna fyrir hann einn, nei, Pandas, vel gert. Og þá er það Midgard, Einar og Jón, hér eru 3 eftir. Sko, P2000. P2000 í höndunum á Jón, Degla í höndunum á Midgard. Hann er maðurinn sem er líklegur að gera eitthvað mikið með þessari deglu. Hér, P2000, sagði ég bara. Samblanda einhver íslensk enska. Dusty er að spila velina, þeir eru að bara koma sér saman inn á sæti og þegar þú leið á Pandi fær entry, bara kera saman inn á sæti. Það er enginn eitthvað að reyna að lurka og finna kill, það er bara ekki gefa hann inn á byssu frá sér, vera bara agaðir og ákveðnir. Algjörlega Dusty að sína að hverju þeir eru taplausir enn sem komið er. Já, geta þeir eitthvað gert. Midgard reynir í eitthvað cheeky hér. Það er reyndi Einar líka en hann finnur ekkert. Deyja er hér eða hvað? Einar. Já, nú haldi það en það greinilega ekki. Þetta er bomburandíðusinn mikið breyttur, virkilega mikið. Það er mikið stærri, við snertum aðeins inn á þessu áðan, en þetta er virkilega pirrandi breyting. Já, hún er svona... En ég hugsa að þetta sé gert til að fólk eigi í meiri vandræði með að halda byssum. Já, þetta er samt ekki að lausnin því að mínum mati, en það er kannski bara mín sett. En sjáum hérna, smókin feilar aftur. Aftur og aftur feil á smókin, en Triple G fer framalega í miðju. Þeir eru núna að kontesta leinið. Hvað köllum við þetta? B-long? Við erum bara að byrja að kalla lein. Gísli tekinn hérna off-guard, frábært pick á Steina. Þetta er alveg klassist hjá Steina. Hann er búinn að gera þetta núna 3 default round og meðan hitliði bara ekki að gera. Já, tímasettingin sem að fyrir á línu, sér hann samt. Jón fellur hér fyrir raflega, Hósiter svarar í miðju en það er bara allt og seint út í að það eru 4 menn, 3 menn konir inn á æð. Nei, 4 menn, þeir eru allir inn á æðinu og bombaleginu niður. Hósiter, Midgard og Einar í rítekinu 3, þeir verður bara að halda byssum hér, hlýtur að vera. Trú ekki öru, þeir eru byrjað að bakka. Við erum örugglega að fara að sjá fleiri Ninja Diffuses í CS2 af því að
Sérstaklega í möppum eins og einsinn, þar sem terranir eru, reyna kannski að finna byssur því þeir eru á sama tíma að koma sér frá bombunni. Já. Það eru kannski einhverju sýtjar að fara að sníka inn, sko. Algjörlega, eins og við sáum bara í síðasta Instant-leik þegar Mean Degrees Ninja diffusaði út af því að annar leikmærin var low og þurfti að bakka langt. Já, og svo föttu þeir óseint. Já, það er nefnilega málið. Og drap hann samt ekki í gaurina? Jú, við minnum það. Gott ef ekki. Kalla play, sko. En Love hér. it. Mikilvægt að halda þessu byssum, náðir því hér. Feldur. Þetta hefði verið dýrkeypt hefði mist bara eina byssu en úti að halda þreymur að geta keypt hér. Já, það var alveg worth it fyrir þetta að ná bara að reyna. Já. Bara ekkert verið að hugsa út í káttið og bara reyna að vinna við leikinina með að taka byssur aðeins. Algjörlega. Mér er alveg sama káttið hjá Edison þar sem ég er ekki með hann í fraktdeildinni hjá mér. Hann er ekki í mínu line-upið, þannig að hann má deyja eins oft á hann vill. En sjá, hann er að leita að smóknum Edison, hann er ekki viss hvað hann á að henda. Og aftur, nei, góður í þetta skiptið. Það kemur annar myndtek frá Dusty, eða hvað? Jú. Á þessu, þið sjá Jútilega á móti. En þetta er rosalega myndið af Jútil. Jón finnur Edison í gegnum smók í miðunni, það er rándýrt fyrir Dusty. Jón komur á blað, hann er búinn að vera óöppin á vappanum. Algjörlega, Midgard læsir hellinum, hann á hellin. En Dusty 6 ránd á móti 1 hjá IA. Þetta er sennilega termap ennþá. Já, ég held þetta sé meira termap en núna. Já. Sérstaklega út að bara Píkers advantage í leiknum núna. Algjörlega, Kókó og Triple G búin að finna 1 core í mappinu. Já, hann að steppi aðeins og aftalega fyrir liðið sitt en hérna er Elvar að fara, nei, fær info allavega. Hann verður græður. Hérna, Midgard kíkir, vinnur raflega. Hann er feldur úr leið, Þorsteinn F og Einar og Pandas, það er allt að gerast hérna. Pandas feldur 2 ránd staðfest fyrir IA. Vel gert hjá IA. Og Jón heldur vappa. Já, Dusty var aðeins og gaf sér hraðar, það var alveg smá tíma eftir sko, bara já, finna þessi kill. Elvar hann að svekkjandi að hafa hann einnan í rampnum, ég veit ekki hvort það var eitthvað miscommunication, fóruð 3 í keifið og svo kom bara smoke sem einangraði allt. Algjörlega, virkilega svona úr karakter á Dusty. Já, kannski bara. Já. En bara vel spilað hjá IA. Steppi líka að deyja aðeins og aftalega þarna á miðunni, en. Algjörlega, en Grenan hins vegar verri en ég held hún nyrði. Triple G missa, 84 HP Pandas, hann er næstu því búinn að kveiki sér. Hann er not cooking. Hérna kíkjaði niður leinið, sjá ekkert þar en Pandas, hann býður bara Midgard er á lappinn í línuna og hann er feldur hér. Vera rólegur bara þarna. Triple G ískaldur, hann er ekki baka langt. Það verður að svara. Hérna er Pandas í S-inu sínu, entry róli, hleypir bara inn, já, 2 entry. Þorsteinn finnur einn niður B-rampinn, núna er vappinn komin í rótiti, hann smókar út allstaðar, hann getur hvergi kíkt. Mólaður út í 5, sér í gegnum það er Steppi Kóka, hann er búinn að labba inn á A eða á sama tíma. Hvar er bomban í mappinu? Hún er pikkuð upp núna í B-rampinum, B-lofti hjá mér. Þetta, Jón feldur með vappan. Það er gott, þeir vilja bíða með að planta hér, hugsa ég. Já, þeir voru kannski bara að reyna að finna þeir vissu að Jón var hann á backline og Pandas tók rosa stóra áhættuna með að finna þessi slabbi gegnum smókin. Já. Og höfðsitt er bara svolítið einn á klósustuna inn í donut sko. Já. Svolítið lengi í donut en kannski bara fínt að halda ef að Jón skildi deyja þarna og vera pússaður. Já. Erfitt að segja þetta var lélegt. Já, algjörlega Dusty, þeir eru að sigla öðru rándi hér í hús. En já, það er lítið að frétta hjá þeim eins og staðina núna. Þeir komu af nokkuð stórum sigri í síðasta leika móti F á 16-11, minni mig. Já, það er rétt. Og ég hafði aðeins meira vantlega fyrir þeim hér í sítíðan. Þeir eru kannski bara lengi í gang, hvort þetta heldur byssu. 16-11 og meira þess að töpu báðum pistol sko. Já, það er rándýrt. Já. Triple G að spila mjög vel og bara með strákunum sína vel yfirvega sko. Já, Triple G er á botninum eins og staðinu núna með Jón einnig hliðin á sér. Midgard, hann er að standa sig í stikkinu, hann er efstur hjá IA, en hinn meina að Pandas á 11 killum. Já, litla endrið hjá Pandas sko, hann byrjar hann að leikstört. Algjörlega, og hérna sjáum við alls konar starta og þetta er önnur uppröðun en við erum vanir að sjá. Það er búið að breyta skorpoltinu einnig raflega, hann er með 11 enemy flast, hann er sannlega að flassa Pandas inn í alla línur. Já, hann er líka alltaf ramp með að flassa B, skiljur, til að koma sér í línur og svoleiðis. Algjörlega.
og sjáum hérna alveg hægra meginn á skorbortinu, þar sjáum við damage, total damage Já, hjá það hverjum leikmanni. Já, það núna það sem gefur mér á toppin, ekki lengur kills. Já. Já, fett. Sem allt í lagi. Já, ég meina en þú getur breytt í ef þú bara ítir á. Já, rétt sem spilari getur þú breytt í, það rétt. Já. En by default þá skaðinn mikilvægastur. Skiljanlega leikurinn snýst svolítið út á það. Já, algjörlega, það ekkert að því. En kemur, spurning hvort að ég geti breytt lukkunni við hér, hvort að ég geti gert eitthvað svarað einhvern veginn Triple G reynir aftur að eigna sem liðuna sem hann á eins og Málveginn alltaf bara pixel frá því að drepa Pandana. Já, Pandas lifir alltaf í þessu horni, Triple G komin aftur upp á leinið, Smókun fer að feita í miði, hérna vil að kíkja niður. Þetta annar rándið í röð, og bara... Tveir feldir hér, Þorsteinn F. býst við þessu. Helgert hjá Þorsteinni. Hósittirinn að svara neðst í björnrampinu, fær molla í sig. Þeir eru tveir hér, Hósittir að gera allt rétt hér, búin að finna 2. Jafna í liðunum. Pandas komin í lörg stöðu þarna. Og þetta getur sett Dusty frábælega upp Pandas. Já, bombu. Pandas með svaka tímasendingu, missir að báðum kannski, nei, missir að einum. Vita þá á hann onni í hólunni. Hann heyrir í áttunni, þetta vel gert. Allir feldir, það var bara Jón eftir einn síns liðs á móti Pandas eftir sem hún steppa Kókó. Ég nokkuð sem að Kókó hafi heyrt í honum, hitt hann þarna. Já, líklegast. Vel gert á Steina að lesa leikinn og bara segja mönnunum sínum bara róa sig niður, bíða bara eftir þeim og samtalið vel gert hjá að þeir pussa í 2 bylgjum, 2 og 2. Algjörlega. Gefa ekkert eftir, vilja þess að fæta og vilja bara halda áfram að treyta, ekkert að svekkja sig á að tapa fætum. Algjörlega, Jón fær hérna Kókó í baki á sér, finnur ekkert Kókó, hann vill bara bakka úr þessu, hugsa ég. Eitthvað sem einhver hann Kókó. Nei, hann bara vill hann á annan hátt. Hefur einfallega bara betur hér á móti Jón. Ég skal bara geta orðið mín hérna. Taktu sokkinn og tróttunum. 8-2 staðan fyrir Dusty. Dusty Show í TER. En það er spurning hvort að ég geti adjustað einhvern veginn, reynt að svara Dusty á einhvern hátt. Já, við þurfum að fá nokkur ránd í röðina frá sko. Þetta þessi 1 ígluránd. Ég hugsa að þetta sé 9-6 mapp, jafnvel 10-5 TER. Já, CTN samt geta spila þetta, þú veist, ef þeir eru með öðruvísi playstíl, sko. Já. Ef að CTN fara á heater þá er þetta virkilega erfiður leikur þegar þú skiptur lið. Þeir eru bara strögglað við þetta B-hold. Ég meina að Dusty eru búin að fara einu sinni held ég aðeð og það var sko á móti Ígói. Það var þarna í 3. rándinu. Algjörlega, en ég skil vel að þið ströggli á B-inu á móti Pandas í S-inu sínu. Já, Pandas litli entryinn, spila mjög vel. Algjörlega. Herðu. Hérna, Midgard komur sér í virkilega skemmtilega stöðu. Hann fær einn hér eða hvað, finnur engan. Gert hjá Elvar að hoppa. Hann er búin að gera þetta, gerir þetta alltaf að vara píka rampinn. Algjörlega, Midgard tekinn og feldur þannig eftir að hafa komið sér í skemmtilega stöðu, finnur ekkert. Smókur í rauðaherbyggi í miðju. Eftir að við búin að sjá svona mikið á Dusty taka bæði leinið og miðju seint í rándinu. Og þetta er sennilega einn besta pistol í síðast tömur. Nei, ekki díglan. Nei, ég hugsa ekki. Ég held að 5.7 sé meira value, 20 skot og já, við höfum séð að Varginn til dæmis í CSGO nota leið og ég segi að 5.7 er besta byssan pistolinn í leiknum. Með eitra kombo og sitt green on green hérna. Þeir eru í góðri beitstöðu, haustir með rifflana, búastir við honum uppi. Nei, í döðsi. Vel gert. Og þetta er allt í raun virkilega að gera ránd, Einar og Jón. Jón finnur steppa, þetta er 2-on-1. Algjörlega ráflega smókar út dónatinn, þar er Jón fellur hann hér, það gerir hann, en Einar, hann er í frábæri stöðu. Vel gert hjá Einar sem hann líka ekki að sína sig, bara leifa Jóni að finna fætinn og píka sig á honum. Algjörlega, virkilega snyrtilega að spila hjá IA úr þessu rándi. Dusty svona spilaðu svolítið upp í hendina á þeim. Já. En Hósið er í virkilega skemmtilega stöðu, finnur 2 og gerir þetta mögulegt. Já, Dusty fóru svolítið úr karakter þarna allavega með hvernig þeir eru búin að spila hérna, restina af leiknum. Já. Þeir voru aðeins að flýta sér, það var alveg smá tíma eftir. Já, algjörlega. Ég gerði þetta bara vel, þangað til að koma út Donut og letu pika sig þarna, en... Triple G virkilega aggressív í miðju og hann fellir engan. Kókó hefur bara betur aftur á móti Triple G í miðjunni. Ég held að Steini sé búin að deyja 2 sinnum á móti Gíslaðina og hann sagði bara, ok, Stebbi, nú ferð þú út. Ég nenni sig ekki lengur. Stebbi bara ekki máli, ég set mástegsel á. Plass!
Nei, ekkert flass. það er enginn annars, sorry. Pandas lappar bara upp bið, verður bara gefins en á sama tíma eru Einar og Midgard að lappa út og þettina engan Þorsteinn F. Þetta er ódýr round. Já, þetta er Dusty Show, Þorsteinn F og Pandas í lykil hlutverkum á samt rafleið svo sem. Já. En það er einhvern veginn allir Dusty bara on. Já, það eru bara on fire þetta sko. Það er nefnilega spurning sko út af þessu nýja leik og maður getur verið svo, þú veist, það er erfitt að venjast þessu nýju atmosféri og bara svona leiknum með röðu. Hvað er bara málið að pikka terrina stundum sko. Það getur verið, það er, eins og þú segir, það er svona transition, þú veist, maður þarf að venjast nýja leiknum. Já. Bara klálega. Og ég mæli með því ef þú spilaði CSGO að drífa þig að spila CS2 og hellinga á honum. Því að þetta er erfitt. Þetta er ekki alveg eins leikur þótt að þetta sé alveg eins leikur. Johnny Boy, maður vappan viffar skotinu, tóku heitjuvappunina, borgaði sig ekki, hausið samt í geggjur stöðu, farin eitthvað? Nei. Þetta er ekki neitt. Þorsteinn F með puttan á púlsinu, finnur 2 hér og hleypur út aðeins eins og hann eigi pleysið. Ég finnur 1. Ekki mikið meira en það. Hérna samt, já þetta var náttúrulega bara sparand hjá þeim. Algjörlega. Þetta er, það mátti reyna vappinn svo sem allt í lagi að kaupa hann þegar við áttum svona mikið pening en að lágmarki að finna 1 kill. Jón ekkert með þessu vappa og það eru bara allir feldir á IA hér. Pandas frábælega settur fyrir Midgard sem að labbaði bara með bakið upp í hann. Já, vel gert hjá Dusty. Og Pandas. Gríðarlega flott hára á honum. Mér finnst það blátt. Er það ekki bara Digital Vibrance? Pottet. 10-3 er staðan fyrir Dusty og það sér ekki til sólar hjá IA. 3 round, þú verður eiginlega að finna 5 round. Já. Triple G aftur, fer framalega miðju og tempóbreytingi á Dusty fer alltaf út miðuna. Steppið Kókó fær 1. Hér er Triple G, hann fann 1, Hósti feldur, þá er Triple G sem að lifir, finnur 1, finnur annan! Eða hvað, Þorsteinn F stelur 1 killi. En Triple G stendur staðfastur í miðju, finnur 2. Þorsteinn F hjálpar honum, hérna kemur flassi á raflega fyrir Edison. Smókurinn náttúrulega aðeins breiðari núna, erfitt að finna tæmingið á flassinu í gegn. Og það er alltaf falla í að með einn hér. Fallegt sprey á Einari. Algjörlega. Eru margir með grænan hjóða? Já. Eitthvað? Nei, 2 allavega. Já, einhverjir. Já. Mikilvægt round fyrir að vinna. Já, og ég ætla að segja að þetta round sé að líka þú vilt fara inn í næsta half með að lágmarki 5 round. Og ef ekki það, þá verða þær að taka pistól, sko. En ég bara vonandi taka þetta round hérna og fáum flottan leik hjá Miter. Og fá almennilegan leik. Algjörlega. Og aftur allavega framlega í miðju IA-menn. Finna engan þar einhvers staðar. Svona Mollin er góður, Forza Triple G niður. Og þetta er Molla tilbaka. Midgard búinn að finna 1 hér. Já, hann var smá tempóbreyting frá Ölver, hann vildi fara upp rampin, en Dusty svara. Dusty megin. 2 feldir á IA. 4 á bara killið hann, algjörlega gefins. Og þetta getur verið skemmtilegt. Bara stakka bíð. Dusty búinn að enda bíð nánast alltaf í þessum hálfleik. Ég segi ekki vitlaust bett að bara standa inn á bíðinu, bíða eftir þeim. Því að það eru yfirgnæfandi líkur á Dusty endi bíð hér. Smókurinn djúpur í hóðastendir í bíðrampinn. Dusty góður að frísa. Þetta er bara Steini með reynsluna sína að bara segja strákunum chillum. Við erum 2 og 2 saman, en nú reyndur að rígrúpa. Það voru 2 þarna fyrir aftana eða fylgna eitthvað. Steppi Kókó greinlega í lurkrólinu. Ég hugsa að playið verður svolítið útfræði hvað Kókó finnur hér. Triple G lifir þetta af. Kókó rýfur upp mollan fyrir utan rauða. En ég hugsa að þeir endi B hér, ekki nema Kókó hlaupi inn á A-ið og sjáu engan. Þeir eru bara konur svo framalega á B-ið, hérna koma þeir inn á B. Gísli verður að taka ákvörðina, ætlar að stikka B-ið, ætlar að vera gripið með buxuna niður í miðunni. Á meðan Dusty bara lappa upp og hausi. Finn engan, Hósið er feldur, bomban á liðinu niður á B-inu. Triple G komin í backupið, hann er flassar út hér, alveg stauraður. Og það er bara Jón, 1 eftir á móti 4 með vappan í höndunum. Horfða hann snemma tilbaka. Já, örlítið og snemma. Opinn. Leita steppa. Jón feldur 11-4 í staðan. Pandas á 19 fröggum, vel gert á sig. Pandas er að
Hann á eldi. Já, hann er bara entry maskina, við sjáum það. Hann er bara leipur upp og bara finnur öll þessi frögg sem hann þarf. Það sem hann á að fá, jafnvel 2 sem er bara ekstra bónus. Fá 2 og lifa. Það er... Sko, lægsti maður í Dusty í kill-tölu. Það er Edison. Já. Hann er með 8 kill. Efstu menn í IA eru með 8 kill. Það er smá munur þar á. Já, vel sagt. Alltaf falla Dusty megin hér, en núna terrhlutin hjá IA Midgard með P250 í höndunum og Armor. Það getur hann gert með þessa byssu í höndunum. Leita eiga miðjuna alveg, gefa eins gott flass út miðju, vel tímasett. Eiga miðjuna alveg, það er einn í rauða, einn í donut. Bæði lið að gera þetta, setja upp raidboss, en hérna... Koma þér út miðjum, það er alltaf falla Dusty megin, það er bara allt fallið Dusty megin, þá Triple G einn eftir, klóra sig í hausnum, hvað gerðist hér? Þetta var vel gert af Dusty. Takk eftir midcontrolnu, Þorsteinn stillir sér upp á CT-spón og með flussin, flassar það bara inn á miðjuna og þeir taka það bara tilbaka og finna bara 4 frögg strax, bara instantly. Bara á 0-1, alltaf falla Dusty megin, pistoli líka og það er ekki óska staðan fyrir IA hér. Virkilega erfitt. Kaupa þér hérna? Nei, þeir spara hér. Viltu spara og vilt reyna að fá kaupið sem fyrst. Vilt reyna að svara þessu sem fyrst. En getur vesen fyrir IA með 4 ránd í bakpokanum á móti 12 hjá Dusty. Ekki óska staðan. Heyrðu, maður getur inspectað bombuna. Ég var búinn að gleyma þessu. Algjörlega. Þú getur inspectað allt. Reynum. Já, það er allt saman. Ég hef gleymt mér í að snúa flassi í hringi, sko. Svo getur gert skemmtilega hluti með molla. Já, termóla. Já. Mjög skemmtilega hluti. En, fáum við killina. Nei. Kókó hefur einfallega betur rafleik komin í hjálpina og Þorsteinn F líka. Nú bara barastu fröggir, Þorsteinn hleypur inn, fær 2. Geðu með bitar, köku. Já. Áfram með steinu út í fantasy-liðinu mínu. Búm. Þorsteinn minna... Ágætis áminning að það er fantasy-deild í gangi inn á frag.is. Það er gott að ekki heiti bara frag-deildin. Já, það er rétt. Inn á frag.is. Já, það eru okkar menn. Litlu snillingarnir sem settu það upp. Það er bara... Já, alveg upp á 10 svo síðan gefur okkur allar helstu upplýsingar bæði leiki dagsins og leiki sem hafa verið spila. Gísli með smókinn á hreinu. Já, Gísli er með alla smókið á hreinu. Já, hann hefur horft á 7000 demo af CS2 leikjum og leikur kom út í fyrradag. Útýtt kill sem hann lætur fá sig. Hóstir finnur 2, en þetta sem svarar þá eru 3-3 og virkilega skemmtileg fletta og Hóstir þarna. Það var mikilvægt 2 kill, setur þetta í 3-3 og þetta er terrum í hag, sko. Algjörlega. Hvað gera Dusty hérna, Steppi kominn inn á aðeins aftur, hann á alveg fullt af stöffi, hann getur hótað aðeins hérna. Algjörlega spurning hvort að Dusty vilja vera A-heavy eða B-heavy með sínust A-heavy. Virkilega A-heavy, síðastu maður að bakka af B-inu, það er rafleg. Hann er aftast í fjarka núna í baklæðinu. Kókó og Edison saman, labba saman í donut. Þetta! Edison að finna 2, bara gefinn svo finnur 3 líka. Þetta play hjá Edison, tímasetningin upp á 10. Vel gert, bara gott bara reactiveness og proactive move hjá Dusty, bara fyrir 2 saman en að finnum eitthvað, gömblum bara aðeins á sama tíma. Algjörlega. Á alveg beðna, ég meina Steppi var með þeim að hann var að passa A-side og þeir bara rótuðu 2 donut og tökum bara með hann og komum bara í bak og Steppi kemur svo í rótet ef þeir eru B. Algjörlega, og ef þú ert með Edison og Steppa Kókó saman þá gerast skemmtilegir hlutir. En 14. rándi komið í hús og þeir kaupa diglur en ekki mikið meira það. Þeir vilja eiga kaup í næsta rándi, alveg saman hvað gerist. Hver ætlar að eiga fyrsta CS2 diglurrándi? Það er nú, er það ekki búið að fatta? Nei, það var eitthvað sparand sem fór í að með hérna. Nei, ég held ekki. Nei. Jú, reyndar að var hann að 1 en þeir voru mástu með 2 byssur. Já, vissulega Triple G, hann leitar á aðeinu bomban á bakinu á Einari sem er fyrir aftan Triple. Þorsteinn að leika, hættur að leika þarna en Rafle finnur Triple G á aðeinu. Hann bara committa í hann á fight og hann er alveg sama. Finna 2 í miðju, það voru Einar og Jón 2 eftir. Jón komin upp í rampinn með deglu í höndunum, Pandas hinum einu vegginn. Finnur Pandas, glæsilegt skot hjá Jón. Hérna þarf Jón að hjálpa vinnu sinum. Annars er Einar bara sitjandi gæs.
Einar með bombu á bækinu og það eru 2 leikmenn þarna nálega Þorsteinn F. klíran. Skuggi, já Einar. En Einar einfallega hefur betur með digluna í höndunum og hér Kókó. Og hann fæltur líka Jón. Hann með 2 á bækinu. Þeir að fóta diglurand, koma svo. Það geti verið bombarn á leiðinni niður. Jón heldur þessu fast hér. Hér finnur Jón engan. Það voru Einar einn eftir á móti 2. Edison og Rafli hér megin. Þeir spila þetta vantilega saman hér. Glæsilega að spila hjá IA alveg fram að bomba fór niður. Já, hann fór draumurinn okkar. En, vel gert þetta Dusty. Þannig var draumurinn okkar. Já. Þannig var draumurinn hjá IA. 15. rándi komið í húsi á Dusty. Heyrði Stein ekki í honum hann að bjöða með henni, af því að mér fannst það svo mikið verið að horfa á rampinn, en svo feysaði hann bara allt í einu strax, sko, hurðina, þannig ég veit ekki alveg hvort hann vissi á hann eða ekki, en alltaf vel gert hjá þeim í að reyna, tók þetta ramp næstu í tilbaka hana. Algjörlega, núna er að duga eða drepast fyrir IA, menn... Já, þetta er bara nákvæmlega þannig ramp. Það er einhvern veginn enginn af leikmönnum IA í gangi, það er enginn komin yfir 10 kill. Og þetta er einu maðurinn sem er komin í 10 kill hjá IA. En hinum megin er allt önnur staða. Það eru allir leikmenn Dusty yfir 10 killum og hér Þorsteinn að bæta við einum hjá sér. Midgard feldur í miðju. Gott aggression að Dusty finna killið og þá Elvar er bara strax tilbúin að flassa hann inn á leinið. Algjörlega. Vel gert. Kókó með autoshot kunni alveg í. Búm. Sjá ekkert hér Þorsteinn en þó upp í glugganum í miðju. Já, eru bara svolítið hræddir hérna. Skiljanlega. Það er 1 ránd sem er á milli þess hvort það er tap í leiknum eða ekki. Hér Jón finnur Þorsteinn F. Vel gert hjá Jón. Edison aggressor í rampinn finnur svar leið. Jón ákveður bara að setja út flassi. Ég tek bara þetta fight, 1-on-1, let's go. Steppi Kókó með autosjokkun að púsja. Hann getur fundið ykkur hér eða hvað. Finnur engan Einar. Finnur Kókó hérna Jón. Tímasetning, búast við öðrum, já, vel gert Jón. Eddi, samt rólegur á 5 HP, þorði ekki alveg í hann og meðan er restin að taka miðuna. Algjörlega, þá er Edison og Rafli 2 eftir á móti Triple G, Einar og Jón. Dusty splittaður upp en Elvar í geggjaðri stöðu til að taka mótið þeim eða skildu koma Donut. Algjörlega, Jón að stöffa inn á B-ið. Þetta forsa rótiti og Rafli, hann er búinn að færa sig stöðu. Þetta er fæsand infóina og heyrði bara í einum. En hér Edison, hann er búinn að flanka bak B-brekku, finnur enga þar en Rafli hins vegar finnur einn hér bomba á leiðinni niður, Einar inn á sætinu. Rólegur Elvar. Það er henda niður smók, virkilega snirtilega gert. En sjá hvað Jón er. Elvar býst við honum. Edison er að koma hér, Jón finnur hann, þá er bara Rafli einn eftir. Jón. Digla í höndunum, finnur Jón, þetta er 1v1 upp á hvort að IA sé að tapa leiknum hér, fyrsti leikurinn í CS2. Hann aldrei að koma Donut, Einar. Já. Og hann sá hvaðan þetta kemur, hann er að gefa stöðinu sína. Algjörlega ekki planta þarna, en Rafli hann var bara að stikka, þetta var alveg sama. Já, vel gert Einar. Fallegt ránd. Algjörlega, virkilega vel gert í að þetta var orðið þröngsýnt á tímabili. Já, Jón setti þetta bara á axlina sínar og Einar tók clean-upið. Algjörlega 15-5 er staðan, Dusty, það eru 10 ránd sem að skilja á að hver að stuðurinn sé á að IA sé að fara að vinna þetta með hár. Ég held að það sé lokaður. Það er líkur á því en hér verða Dusty að finna 1 ránd viðbót til eiga þetta kaup. Ef við tapa þessu rándi þá eru þau spar. Gott wallbang hann. Fyrir næstu, ég held að myndi farast út á mollanum en efnir. Lifir með 17 HP smókur, mjög djúpur smókur í B-rampinn hér. Þeir fá fast niður Jón og Hoster. Ná að svara þessu 2 feldir á Dusty. Það eru 4 á móti 3. IA í draumastöðu eins og staðan er núna í yfirtölu á móti Dusty. Það verður mjög athyglisvert að sjá hérna að Dusty, sko Elvar er bara designated flassara þeirra sem er alltaf mjög sniðut af því hann er vappið þeirra líka. Algjörlega. Mér langar bara ef að observerin geti pullað upp skorbortið á eftir og sé flussina Elvars. Ég held að með svona 30 enemies flass. Sko. Græðum það í bætímanum. Elvar, að hitta hann hérna á leininu. Já, Elvar finnur hann. Betur á móti Jón og það var 3 á móti 3. Það var leysi. Bara 2 á móti 3. Er þetta síðasta rándið í þessum leik fyrir IA? Triple G 1 eftir á móti Rafli og Kókó. Hvað getur Triple G gert? Heilinn í IA. Hann er búinn að spila akkurat þetta scenario 10.000 sinnum að lágmarki. Gæinn spilar og spilar og spilar. Hann er búinn að lifa þetta allt. Hann er byrjað að læra svensku
Það allar líkur á því, hann með bombun á bækinu, hann á móti Rafli og Kókó. Það ekki óskam henninni þegar þú opnar scoreboard. Nei, ekki til að vera á móti, nei. Það nú bara svont, opna scoreboard á móti ykkur sem görum í Dusty, maður bara Þetta verður brekka, en hér klírar út helli líka. Þeir eru bara rólegir Dusty menn. Þeir hann hefur ekki plantið. En hér Triple G kemur sér baklanið, gæti komið sér í skemmtilega stöðu, gæti hann unnið þetta 1v2. Hann í góður stöðu, en Dusty gera vel, eru bara að grúpa saman. Elvar samt aðeins og snemma inn á ferðinni, en hefði getið verið að pikka upp ef að Gísli væri meiri konvensional stöðu. Skilega vilja spila þetta saman, Dusty. Þeir eru límdir saman þegar kom út hér Rafli, klíra baklanið fyrir 1. Gísli fyrir 2, bjargar þessi fyrir Ía, 7. rándi komið í hús. Heldur þessi lífi steppi aðeins svo mikið að hoppa í hringi þarna. Elvar þeir eru alveg að sömu blaðsvíu hvað þeir ætla að gera, en það var eitthvað nefn bara ómikið kæruleysi hana. Algjörlega Triple G að sigla þessu rándi og hérna Dusty verða að spara þetta ránd að lágmarki. Fá þessu að skorbortið á enemies flast. Það gaman að sjá hvað Rafli með þarna. Ok, bara 16. Allir samt með góð enemies flast, vá. Dusty að nýta flössin rosalega vel. Dusty spila gríðarlega vel saman. Þeir eru að gera sama á hann? Þetta er bara sama pistól, eða ekki? 4 í donut. Svipa alla. Fá flass í miðju. Ég elskar svona rót. Það var ekki gert þetta fyrr en hér. Þetta gæti verið risastórt. Lappa bara út aðeins. Það er Þorsteinn F. Þorsteinn getur verið greið með buxunum niður hérna. Eiraðir sjá ekkert í miðjunni og hérna þeir gæti komið sér í skemmtilega stöðu. 5 á móti 5 retake eða hvað. Smóka út donutinn. Kemur flash út. Og hér, það er allir störn, Midgard með bakkið og alla! Hvað er að gerast? Það er alltaf falla Ía megin eins og staðinu núna 7. rándi komið í hús. Já, ég hef viljað svo Steina bakka þarna bara inn á miðuna og taka flassi yfir aðeins. Það hefði getað hefnað betur og þá bara, hver veit hvað hefði getað gest, sko. Algjörlega, en mögulega Dusty að fara að sigla þessi hér. Kaupið komið, ekki gott kaup, en gæti verið nógu gott. Já, þeir þurfu ekkert alltaf mikið, sko. Það sjáum til hérna. Elvar ekki á vappanum. Hvað er Elvar í defaultinu? Hann er í miðunni, síns mér. Þeir eru að spila hérna klassiska 3-2, taka vel á móti miðunni. Góð í miðju, Þorsteinn F. á 53 í líf, en hérna aggressjónið í helli, bara virkilega gott. Pandas með 2 kill í hellinu. Pandas. Gríma sjö. Reynir að fá eitthvað þarna tilbaka. Mollar brekku á bakvið sig, en hér eru bara 3 að koma niður brekku. Hann vill meira, hann setti sig sjálfan í fantasy-liði. Það er nefnilega málið Midgard og Triple G núna 2 eftir á móti 5 er þetta síðasta rándið í Ancient fyrir IA og Dusty, það finnst mér heldur betur líka. Hann veit hvað það eru, skuggi. Já, það er nefnilega málið Þorsteinn F. finnur á hér. Það þarf ekki svo að finna lyktina þeim. Triple G særður Þorsteinn F. Það er alltaf falla á Triple G núna, hann er felltur 16-7. Það er staðurinn fyrir Dusty. Dusty taplausir í deildinni. Ennþá taplausir, virkilega vel spila hjá Dusty. Vinnit alveg örugt og bara halda upp í rándifinu. Ég menna, það er enginn bara lítið vel út fyrir það eins og sko. Algjörlega, og maðurinn sem var allt í öllu, Pandas. Þvílíkur maður. What a game. Þetta, hvað hefði Ía geta breytt í spilastílunum sínum í CT? Triple G að deyja heldur ódýrt oft í miðju, fannst mér. Já, þetta var svolítið svona, það var erfiður leikur, sko. Mér fannst, ég held að Ía hefði verið að búast við að fara í Inferno. Voru ekki alveg að búast við Ancientina. Já, þetta var svolítið svona wild pick. Já, Dusty held ég komið bara óvart að pikka Infernoinn Ancient fyrir ekki og fóru bara með hann að leika alla leið held ég, sko. CT megin kannski vera bara, ég veit ekki, kannski ódýrt að selja svona oft í cave, gefa sæti bara meira en hver veit samt smókanur í 20 sekundur. Það er erfitt að segja hvað þeir hafa getið gert betur. Dusty voru rosalega góðir í þessu B-defaulti. Það er náttúrulega svo gerir þegar menn eru mikið að taka leinu og svoleiðis, er að setja mann í glugga á leinið og Gísli var alltaf að reyna að gera það og við byrjaði hann vel held í fyrsta gunundur að Gísli fekk 1 kill en svo einhvern veginn komist bara ekkert á þetta ról að establisha lane og mid-control með B-inu, þannig Dusty bara að gera mjög vel. Algjörlega, en síðan Jón á vappanum í IA, komst ekkert á neitt ról. Nei, hann var 0-7 á tímabili og svo fekk hann kill með Colt, fyrsta killið sitt. Sko. Hann var slakur á vappanum. Þetta mappið í það minnsta, hver er svona þinn... Pandas. Já.
Já, bara, verðum að sigla ég veit ekki hversu, ég held hann að vera með svona 12 entry-kill, sko, af 24 killum, það rosalega mikið, sko. Já, hann var allt í öllu í entryinu hjá Dusty. Og ekki bara alltaf 1 entry, hann fekk alltaf 2 entry, sko, bara mörg round, sko. Og bara, þú veist, sviknaði ekki við. Nei, samt að bara klíra öll hóttin sín rétt, sko, bara, vá, bara vel spila. En þegar flössin eru góð til dæmis for rafleð, þá gerir þetta leikinn svolítið töluvert léttari. Já, það er þægilegt að hafa menn eins og Pandas í liða því að þú veist, þú segir um að hlaupa eitthvað og hann hleypir bara upp með byssu, sko. Hann veit hvert hann á að snúa sér frá flassinu og bara... Algjörlega. Og bara fallegt, sko. Þegar eru svona drillaðir eins og Dusty, eins og við sáum mjög auðveldlega að Dusty, þeir eru vel drillaðir í Ancient. Já. Bara auðveldlega. Þeir eru bara drillaðir í mörgum möfum. Við erum búin að sjá það í Ancient, Anubis og Mirras, reyndar hann lítið að markina Mirras-leik. En þeir eru búin að spila Mirras, 2 Anubis og núna Ancient og við náttúrulega kepptum á móti í Anubis og þeir voru bara virkilega vel drillaðir og rosalega góður í að einangra spilara á B-inu sérstaklega. Þeir eru mikið að hitta þessi eins B-sides, active side-in og eru bara góður í að establisha svona map control strax, sko. Algjörlega. Dusty, allt í öllu hér, 16-7 í Ancient. Við ætlum að hoppa inn á auglýsingar, ekki vera langt því að næsti leikur, það verður sprengja. I am only as young as the minute is full of it. Getting pumped up on the little bright things I want. But I know they'll never own me. Daniela Bolle sem beint og hringir. Sem í völlin. Viktor Karlsson! Verið hjartanlega velkomin í nýja þáttaröð af spurningaþættinum Viss. Það var líka svo epískt svar við svona epískum spurning. Ég veit þetta vegna þess að ég horfði á gamla filmumynd. Og flottur og fram, alltaf opinn að bakið. Jöfnir erum við góð! Lyfti mér upp! Bestu rafíþróttalið landsins mætast í ljósleiðaradeildinni CSGO. Þriðjudaga og fimmtudaga á Stöð 2 Sport. Velkomin í besta sætið. Fylgist með endurnýjun og fæðingu hinna ýmsu rýma í höndunum á Ragnari og Hönnu-Stínu. Þetta fullkomið útsýni en íbúðin er ekki eins fullkomin innan. En við ætlum að laga það. En eftir 2 ár er ég búinn að halda 0 partí, 0 matarboð. Eiginlega bara iðnaðarmenn sem hafa komið í heimsókn. Eina sem ég vil er bara nýtt eldhús helst í gær. Og það verður að passa við gullna drottninguna hérna. Og það er svo mikið til að flottu og geggjuðum efnum núna að það er eiginlega bara mjög erfitt að ákveða sig. Og kannski hafa þetta svolítið svona spalegt því að þetta verður ekki bara, þú veist, herbergið fyrir hjónaherbergið, þetta er beint út í pottinn líka. Það var gaman að við vorum í vandræði með innganginn og þú komst með þetta skoðum að gera hann að boga. Já, nú er þessi bogatímabilið mitt. Við erum bara hérna úti í miðri ferðamanna á. Svo er þessi veggur hérna, einhver veggmynd eða kannski fá listmálara til þess að gera eitthvað eða... Stjörnubjartur himinninn með sats, flísar. Blönduntakið, er það svona allt komið til ára? Já, það er verður að hrynja flísar. Ekki missa af Bættum betur á sunnudögum á Stöð 2. Maður hefur alveg mist sig kannski óvart. Ég bara öskraði stanslaust á dómar. Þetta er stundum svolítið skrítið. Við fylgjumst með íþróttum barna á hliðarlínunni. Við erum að afreksvæða íþróttirnar allt of snemma. Gleði í bland við álag, kvíða og erfiða tíma. Ég hef verið að gera aðgerðir á 10 ára krökkum eftir svona áverka. Maður stend alveg há. Ég vona því að komast einhvern tímann í landsliðið. Já, auðvitað. Það er ekki einn af hverjum 1000 sem kemst á það leið í fótbolta.
Ég þurfti til dæmis einu sinni að segja við 2 foreldra ef að ég heyri eitt orð í viðbót frá ykkur þá komið þið ekki fleiri leiki hjá mínu liði. Hliðarlínan, mánudaga á Stöð 2. We are back and we are better than ever. We're 50-50 partners and I'm telling you it's going to be different this time. Actually, 51-49. In just 6 months, sales are through the roof. Wow, should have listed that as a special skill. Red Bull veitir vængi. Okay, guys, I'm going upstairs to my office. Keep away from the pool or you'll drown. Pool's open! Come here, son. Daddy needs an alibi for a few months ago. Where can I get knives and blunts? You're not gonna believe the night I had. Jesus! A friend dropped me off. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Verið velkomin aftur. Við vorum að horfa á Dusty Valta yfir í Einsent og það er ekki langt að fara í næstu völdun held ég. Nei. Breiðablik, Atlantic, næsti leikur hjá ykkur. Breiðablik í 8. sæti, Atlantic í 9. sæti. Ekki búin að finna sigurleika ennþá. Nei. Það gæti verið brekka fyrir Atlantic ef að klefin er ekki réttur. Já, þeir þurfa að kera sig í gang hérna sko. Koma sigur á borðið. Bjarni þarf að gera eitthvað sko. En hins vegar ef eitthvað lið næra að kera sig í gang þá hugsa ég að sé Bjarnalið. Já, við sögum þetta í senstu ykkur líka. Já, vissulega. En ég meina þeir verða bara að gera eitthvað hérna. Já. Þetta er Breiðablik líka 1-2 en já, ég held að þetta verður spennandi leikur. Ég held að hérna fáum við meiri leik. Já, það gæti verið. Ég ætla að segja 16-13. Ég ætla að segja að Atlantic nái sinn fyrsta sigur hér á móti Breiðablik. Þótt að ég sé diggur stuðningsaðili leikmanna Breiðabliks þá hugsa ég að þetta sé leikurinn þar sem Atlantic koma svona with vengeance tilbaka. Já, ég þóri ekki alveg að segja hvað sér. Ég ætla að segja 16-13 Atlantic. Jú, ég þóri alveg. Já. 16-13 Atlantic. Þeir verða að koma sér inn á borð. Stórmeistranir. Já, algjörlega. Þeir eru búin að tapa hérna 3 leikjum í röð. Það er vont. Já. Hvað er það 4? Það er virkilega sárt. Sérstaklega upp á City stórmeistara og annað. Já. Þú vilt enda ofalega í deildinni upp á það að gera. Já. En það er ekki þannig einn að bíða. Ef ég kíkja bara á lið Breiðabliks alveg í hvínandi hvelli. Þetta eru mennir sem að unnu Tension í síðustu viku 16-7. Það er Kitty Disco, Vanger, Mindigris, Virus og Furious. Og þetta er svona wildcard line-up finnst mér. Já, skemmtileg grein Magga og Vísi daginn ekki búin að lesa hana. Já, mjög skemmtileg. Virkilega gott sjátt. Gaman að tala við Vírus, gaman að lesa það sem að Vírus segir. Það er alveg sama hvað tengist Vírus, það er skemmtilegt. Gaurinn er geggjaður. Allir skemmtilegir í þessu leið, sko. Algjörlega. Líka coach er hann Linur, Pjakkur Linur. Algjörlega. En þú veist, þetta lið, þetta er svona algjört wildcard-lið. Mér finnst einhvern veginn allir leikmennin í þessu liði geti bara komið með einhvern algjörna stjörnuleik og unnið hann einsýns liðs. Já, maður ekki klötsunni á Vanger á móti Ármann, hann í 15-4. Algjörlega. Munvi 4, bara með A4, bara algjörlega. Geggja svona. Sko við tölum ekki Furious Furry. Já, Furious. Hann með Diggle Blazina sinna. Já, hann getur verið erfiður við Ragnar. Eitraður leikmaður. Ég spilaði fyrsta mótunum og ég vissi ekkert þetta var svona snemma í CSGO-ferlinum mínum og ég spilaði á mótunum í Dust og hann satt bara í miðun eins og einhver svíi eða frakki og bara siglaði alla, sko. Þetta var, hvað var vont að spila á mótunum, sko. Og við tölum ekki Mindigris og Vanger. Þessi gaur hafa hent mörgum leikjum á herðan og klárað á einsýnsliðs og ekki átt í vandræði með það. Já. Í þessu liði, hver er kólamólinn? Það er Kitty Disco. DJ, nei, ok.
Vírus, ok, like it, fair, ok. Út af því að það var grein hann, Já. þá verðum við að Já. taka okkar allra besta Magnús Árna fyrir. Já. En Vírus, þetta er frábær spilari, enn betri kaster. Já, analyzer jafnvel. Já, ég man alltaf eftir honum, hann og þeir voru í Vega, hann og Uts og Sim og ég gleymi aldrei, kom ekkert hann á lanan í símahúsunni í Mílunni og Maggi, nei, Utti var alveg bara róa, þeir voru bara að öskra hvort annan skilur og svo defkickan í miðunni eitthvað, það var gaman, það var fyrsta kynni minn að þessu strákum. Það var gaman að fá defkick tilbaka úr Valorant-vælunni. Galdraregnum. En fáum ekki allt sem við viljum. Vírus er toppmaðurinn í Breiðablik og þetta... Love it. Ég hlakka til að sjá Vírusinn gera eitthvað stórfenglegt hérna á móti Atlantic. Talandi Atlantic, við kannski kíkja bara rakleiðis á liðið hjá þeim. Þetta eru menninni sem eru búin að vera underperformað þetta tímabili. Það er Birnir, Hugo, Bjarni, Sveitur og Leflöf og ég fer ekki fögrum með orðum eins og staðan er núna. Þótt að mér þykir vænt alla þessi gauðra. Birnir búin að vera einn af betri leikmönnum, var bara einn af topp 3 tímabili. Já. Bara frábær leikmaður. Hann er skugginn á sjálfum sér enn sem komið er. Já, allavega hingað til, hann er alltaf búinn að vera eitthvað, hann hefur þessu ping ásökun, nei, en hann er að díla við ping, kannski bara að venast í eins og tölum senast. Já, gæti verið Hugo, frábær spilari, in-game leader líka. Já. Hann er svona secondary caller, hann er góður í því róli, sko. Já, mid-round caller, Já, ég spila með honum. En það er Bjarni líka, Bjarni sigursælasti in-game leader í CSGO á Íslandi, getur við ekki sagt það? Eða það, ég þori ekki fara með það. En hann er alltaf annan uppi, sko. Algjörlega. Það er alltaf löng saga fyrir hann, sko. Ég þori ekki fara alveg með það, sko. Algjörlega, það eru margir sem eiga þetta tilkall en í seinni tíð Bjarni á toppnum. Já, búin að vera bara með frábæran playstíl upp á síkast í senstu ár. Já, algjörlega. Mjög gaman að fylgjast með honum eins og ég segi senast. Algjörlega. Sveittur, þetta er gaurinn sem þarf að performa í leikjum til að þið vinnist. Þetta er svona entry maður, sko. Hann hleypur inn, þú veist, eins og með Panda, skilur. Þú segir hann á hlaupinarsæti og hann hleypur inn, sko, með puttan í munnunum og tekur 3 með diglu, sko. Algjörlega. Og tölum Leflöf, hann er búinn að eiga svona frekar erfitt uppdráttar. Já. Hver allar besti maður á vappanum, ekki alveg að finna sig. Nei, ekki ennþá allavega. Hann var hann að leikur 2 hjá þeim sem hann var skein í gegn allavega af þeim. Já. Í Vertigo, en það var náttúrulega ekkert mikið að frétta í senasta leik. Það var einu maðurinn sem var að, brillilega þar var Hugo. Já. Ég var að fara eins og statistikinn og hann var alveg, ég meina með að við töpuðu 16-3 að hafa með 1,14 í HLTV rating. Já, ok. Sem er, virkilega gott miðað við. Já, ég meina hann var 1 í KD-minu með 1,14 í HLTV rating sem segir hann sé að gera mikilvæg hlutverk eins og fá mikið entries. Og í 16-3 leik þá er það ekkert grín. Nei, það segir bara, þú veist eins og ég segi, ég glemdi þessi leikur hafi verið 16-3, sko, hann var 16-8-9 fyrir mér, sko. En það sem fólk man eftir alveg sama hver var góður, það er 16-3. Tap, því miður. Ég veit það. En í liði Atlantic, hver er kólamáli hér? Ekki samásennast, hann er Hugo núna. Ok, er þetta neða? Já, Sveitur. Tjúfillir, þú ert að spila með mig. Já, ég er svona að taka það eins og tögum. Sveittur, eins og ég sagði áðan, þetta er maður sem verður að vera on point til að leikurinn vinnist fyrir Atlantic. Já. Já, svo sem samhliða Bjarna sem kollar leikina hjá þeim. En Sveittur, hann er svona maðurinn sem við lítum á. Já. Til að performa náttúrulega með Birni. Hann er með nettustu tattúum á landinu og hann er með Stitch hérna einhvers staðar á hendinni. Ég var alveg bara wow. Það var ekki kalt hann, sko. Hver er með Lílo og móti? Nei, það er spurning. Það er spurning nefnilega. En vítóið er klárt. Það er kannski að við kíkjum ræklegt á það. Hvert viltu sjá þetta fara? Viltu sjá Redemption í Overpass fyrir Atlantic? Já, og sko Breiðablik vilja mögulega Overpass. Ég hugsa það nefnilega. Já, eftir síðasta leik, þá hugsa ég það. Gott sjátjáður með Overpass enn og aftur. Þú ert með alveg á hreinu, sko. Ég gleymi þessum appeknina því að það er bara fara úr púlunu fyrir mér, sko, en reyndar ekki eftir að reworka það. Ancient kom út inn af Atlantic, eru að fara í Anubis. Anubis Overpass. Gæti verið. Mér aðeins tekið út að Breiðablik skiljanlega. Já. Þetta er ekki mér aðslið. Bjarnabanna Inferno. Man er ekki alveg komið sína menn á reynd. Nei, mér finnst það áhugavert. Náttúrulega Inferno breytt í síðast 2, örlítið breytt. Allt annað mapp. Og þú varst að læra allt í út til upp og nýtt. Bæði, Flush, Smoka, Molla,
þú getur ekki mollað henn á sæta og auðveldan hátt á B-inu sem Terri. Nei, við munum örugglega ekkert sjá það af því að þú veist, fólk þarf að læra svo mikið á og ég meina að því að við erum bara í besta one-shotinu núna þá held ég að fólk sé bara að fara að banna það er svo mikið sem þarf, þú veist, það er svo mikið catch-up hjá þeim sko. En við fáum þá kannski að sjá það þegar kemur af stórmeistaramótinu og við fáum loksins bestu 3 svona. Algjörlega, en það hins vegar búið að publisa nokkra molla á B-site sem Terri. Já, jú, ég sá nokkra. En náttúrulega þríðningsmólin virkar ennþá, en þessi klassíski á bíl. Já, þegar speklar, já. Já, og það er einhver einn annar fyrir Oranges sem virkar líka. En já, ég er nú ekki mjög, ég kann bara Smoke City. Já, við þurfum ekkert meir. Við erum bara kasters og þú ert leikmaður í deildinni, ég gleymi því. Já, ég hleyp bara inn, sko. Þú þarft að kunna þetta allt. Ég er bara að fara að hlaupa inn, sko. Já, það er svoleiðis núg bara að fara í endrið, sko. Entry tight á línunni, núg tekið út af Breiðablik og það skilur eftir Overpass og... Anubis, búm búm. Ég held að velja Anubis hérna, sko. Það er the flavor of the month mappið, sko. Já, spurning hvað Atlantic gera hér. Overpass. Redemption. Með þetta hreinu. Já, ok, Redemption arkið, ok. Ég hugsaði þetta sé hugsað þannig. Það vilja sína sig hérna. Já, ég hugsaði það. En pikkuðu þeir ekki, voru þeir sem völdu síðan að Overpass? Ég þori ekki að fara með það. Ég man það hreinlega ekki. Það er svo mikið sem ég þarf að muna og þetta er ekki eitt af þeim. En... Þeir ljóta að gert það, því ég held að Þór myndi pikka Anubis. Já, en náttúrulega Breiðablik, þeir spila á Overpass. Já. Og frábært Overpass-lið. Já, það er bara hrifin að þeim og sérstaklega náttúrulega, það er þetta sem þið getur spilað double vappa hérna. Algjörlega. Og fá kannski þess að magga á vappanum. Já, það var nammi, sko. Gæti verið virkilega gott play. Ef að peningur verið góður hjá Breiðablik, þá er aldrei að vita. Eyþór með sjokkar í tengi, það væri gúmilaði, sko. Algjörlega, hver ætli sé að spila Monster? Eða B-sætið fyrir Breiðablik, það er ekki Furious. Gæti verið að Furious, sko, Kalle er náttúrulega A, 100p því hann er vappinn. Já. Ætli Maggi sé bara ekki Monster. Það gæti vel verið. Þegar hann er svolítið svona, hann er náttúrulega að kolla fyrir strákana og komin svona aðeins úr sínum kannski gömlu þægindarólum að því hann var náttúrulega vappi. Þannig ég myndi giska hann væri alveg B, sko. Ég meina, hann og Kittur er B. Eyþór er Kittur Disco og svo er Eyþór kannski á flakki. Ég myndi halda það. Furri og Kalli taka æð. Það getur verið. Ég geti trúað því. En talandi vírus af vappanum í in-game leader og AK, stór breyting sem að ég hugsa sé erfið. Já, kannski svona win-win að því þú ert að fara á sama tíma á vappanum, af því það er náttúrulega erfiðara að in-game lead á vappa. Já, sennilega. Þannig það er kannski eitthvað bak við þetta og... Þetta er ekki bara ein stór breyting, þetta eru 2 stóra breytur, þú veist, af vappanum yfir á AK. Og að taka in-game lítið alfarið á sig. Já, svona líki við alla, við hann hérna, Maggassi hefur einhvern annan spilara, er alli á rifflinum. Þú veist, þegar hann er á rifflinum og hann er, þú veist, þá er hann rosalega explosive spilari. Algjörlega. Og hann getur opnað rándin gjössalega, algjörlega einn upp. Það er svolítið Maggi á rifflinum og ef við fáum að sjá það Magga í dag, þá væri það bara geggjað. Algjörlega. Það var líka gaman að sjá hvort að Atlantic, hvort það er finnið þessi entry sem við vorum að gera í síðasta leik. Já. Og hvort það er ná að láta það hreinlega ganga og því að þeir voru í trekkan á bombinu niður. Já, sjá Bjarnan að vera snúið sig við að henda stöff á alla, eða byggja stöff, sko, það var... Og það var smókið þeir, blassið þeir. Það er bara að byrja. En hvað það Breiðablik, þeir vinna hnífa og þeir velja CT hér. Atlantic hendi heita sætið í Terrinu. Ætli sem með sama pistol eða eitthvað nýtt? Það heitir að vera eitthvað nýtt. Ég hugsa að sé allt breytið á þeim. Eitthvað annan line-up. En Atlantic svo getur Solar síðast þegar voru Terr, Kitty Disco tegur fyrsta kontaktinn hér. Engi með P2000, rip. Keira hérna upp, Fjarkan komin inn í toilet og þeir keira bara áfram. Það er engin hræðsla, Sveittur búinn að finna Kitty Disco. Hugo einnig búinn að finna vírus. Alltaf falla Atlantic meginn hér en Glokkan í CS2 virkilega Finnur Birni og Hugo fellur mínitigrís á móti. Vanger tekur fluffin líka, hann er með 2 hér. Og þetta er ekki leikmaður sem þú vilt að sé á eldi á móti. Vanger, þetta er góður sem hann getur gert allt í leiknum. Þeir eiga Geta Smoke og Furri er rosalega góður pistolspilari. Vanger með 3. Vanger búinn að finna 3. Og 4. Vanger að fara að gera þetta allt einn síns liðs, hendur Smoke niður á bombuna. Furious sem er kittið en það ekki. Nei, Vanger er með kittið og hann stikkar þetta. Hugo er að missa þetta frá sér hér. Breiðablik að vinna pistolið. Þetta leit út til að vera Atlantic round gegn í gegn en Vanger sagði nei. Bótti með þetta pistol round, 4 kill, takk
og kittið líka á bakinu. Það var svo, þú veist, Eyþór er með kitt og smók og fær 4K með pistol. Það gerist ekki oft hjá fólki, sko. Hann er ekki með armor á móti Glocks og fær 4K. Það er nefnilega málið, Vanger að stimpla sig inn með hörku í þennan leik. Byrja þetta vel, sko, og já. Og eins og ég sagði áðan, Vanger, þetta er ekki leikmaður sem ég vilt hafa heitan á móti. Nei. Alls ekki. Þá fer hann að BM-a þig með shotgun í tengi, en hérna, hvernig sáu þið settu bara? Kitty B og Eyþór með honum. Hann er bara að vaða út monsterinn með Galil í höndunum, finnur ekkert. Það eru 5 Galils. Birnir gerir hins vegar. Galil virkilega góður í CS2, það er búið að breyta Galinum mjög svo greinlega. 5 leikmenn með Galil í höndunum og armor. Stór hættur þetta ránd. Þetta getur verið metað í CS2. Já, eins og ég var að tala hérna áðan, skiljur, þú veist, það sé bara svo mikilvægt núna sem Terri að fá plantið, að því þá geta allir keypt 5 Galils. Algjörlega. Og þá ætti eiginlega bara með slipa kaup, sko, nema mínu stöf. Algjörlega, Vanger að fæta inn í tenginu á móti Sveitt og tapa því. Hér, Bjarni. Furri geggjum áfangul til að taka út Bjarna en Fluff svarar Kalla, Minity Grís. Algjörlega, hérna Furious og Virus, þeir eru 2 eftir á móti Birni, Sveitt og Fluff. Erfitt, núna er það bara Virus 1 eftir, Ingame lítirinn, fyrrandi vappaspilaðinn, kemur upp tengi með Famas í höndunum. Búastuðun og býði plantar Optimus og þá bara Virus 1 eftir en að koma upp. Hvar var Kitty? Var það ekki inn á að? Finnur hérna Birni. Og byrjun. Ódýrt kill, hérna Birni, vel gert hjá Magga með Naruto nýfið sinn, hann ætlar að labba hennar á seti. Með Naruto nýfið. Já, ég ránaði með því Virus, hann er að labba hennar á seti. Þeir eru ekki gefa honum tommu. Þeir ætla ekki að tapa þessu rándi, það er ekki í búðinu hér, svingaðið báðir að finna hann ekki! Virus eins vegar feldur, Fluff og Sveittur, spila þetta vel saman hana. Já, vel gert hjá Atlantic. Mikilvægt hérna að stjórna tempónu strax, bara 5 Galils. Voruð með eitthvað stöff? Ég tók ekki eins og eftir því, sko. Nei, það sýndist ekki. Birni bara labba át monster og fann Kitta einan. Það er spurning hvort að Famas sé eitthvað máli ennþá, sko. Ég er bara búinn að vera hauslaus með Famas, sko. Ég elska að Famas er góð, sko. Já, mér finnst... Ég get ekki verið sammála. Ég er kannski einn af hverjum 10 sem eru það, sko. Ég veit að Vargurinn, hann vil stundum bara fama sinni yfir M4 sem er vel stegt. Ég og Kraken erum Famas spilar. Hann heitir eins og það Ingan með skáttinum. Vanger búinn að finna einn, Fluff svarar hæl. Og þá er Minity Grís með skátt í höndunum, getur hann eitthvað gert hér, finnur ekkert. Hann taka hann, já. Hann er búinn að taka 2. Já. Hefðu. Og hér. Það er bara maximum disrespect. Eplanammið kemur hérna að færa einn, mögulega, nei! Bjarni hefur betur. Spilaði einhverju virkilega skemmtilega og hér er Bjarni bara disconnect. Æðandi niður. Ég held að Kitty að disconnecta hann. Já, þetta leit svolítið þannig út. Æ, vel gert hjá Atlantic en að sigla sér rándi heim. Breiðablik fór svo á móti og við erum hérna komnir í, sparstuðu fyrir Breiðablik. Algjörlega, en jú, Kitty sko er hérna á sörunum, það var bara eins og hann hefði bara verið að klóra sig í nefinu. Já, hérna kemur með tech pásu sko, hann hefur dottið út. Nei. Herru, eða hvað? Ok. Það ljúga mér? Jú, hann er þetta. Þarna kom það loksins. Þeir reyndur að skrifa pause en technical en það er ekki komið inn að þetta er allt nýtt, skilur, og það var eitthvað panik. Algjörlega. En gaman að sjá Bjarna í síðasta rándi bara með Galil og hann kom vaðandi upp fjarkan. Ég hef ekki séð þetta oft áður. Hlaupandi bara. Já, bara no fear. Já. Vill sennilega halda mikill pressu á Breiðablik, náttúrulega Breiðablik pressu lið alveg í gegn. Já. Ef að þeir fá litla putt þá rífa þær hendina og gera það leikandi eins og ég gera mútið Þór. Á slæmum degi þá get ég sagt að Breiðablik segja svona budget Þór. Já. Á slæmum degi. En á góðum degi þá er bara sama stað Þór. Já, ég myndi... Ef ég á líkið við eitthvað lið, sko, þeir eru svo rosalega explosive og miklir svona, eins og segir, svona force spilarar og vilja fætana og taka réttu pussin á réttum tímasetningum og... Algjörlega, hérna Dansk Kaningen. Hei! Það er alltaf besti skemmtistæður. Hann er ekki farinn neitt. Nei, hvað er tónlistinn? Mér finnst þetta skrítið að það sé ekki búið að skipta lag í 10 ár, en það er eins og það er. Það er mjög Þýskalandi, sko, þeir hlusta bara á sömu síruna, sko. Já, ágætispunktur. En Atlantic konum með 2 rándi af 3 sem þið náðu í síðasta leik. Hérna sjáum við hvað er búið að breyta monsterinu mikið. Það er búið að bæta mér að segja við nokkrum andlitum. Monsterið. Ég er búinn að reyna verin á serverinn á þessu mappi og reyna að ná mollanum í A-grifi sem CT og það er vesen. Það er vesen. Það er alveg vesen, sko, af því að það er allt öðruvísi line-up og þú þarft að kasta honum einhvern veginn öðruvísi og þú þarft að ná svona, að því að það er búið að breyta stegunum upp A-rampinn, þú þarft að ná svona 2 syllum. Já. Og það er alveg trikk í molli. Ef þú ætlar að ná honum consistent, en ég meina,
Ég var að spila með Shine og að sjálfsögðu Shine með puttan á púlsinum, hann var með hann að molla upp á 10. Of course. Engin annar en Shine sem að Shine bright like a Jói, sko. Já, hann fann upp á sett smókum og mollum í leiknum. Já. Hann trendsetterinn og hann gefur ekki tómmu eftir. En hérna sjáum við hvað búið að breyta þessu mappi alveg gríðarlega mikið útlitslega séð en layoutið alveg það sama. Já, nema þarna, layoutið í raun og veru, já, en það náttúrulega aðeins öðru þessi playgroundið á aðinu. Það sem sagt búið að, í staðinn fyrir að það sé svona, hvað segir maður, hálfur ringur, þá þetta orðið miklu hotnalagar. Þú sér þarna á mappinu, minimappinu, playgroundið, það mikið mun dýpra hotniðar og ég hef ekki verið með tímaklukkuna og ætti kannski að spyrja Jóa, ég held að 5 sé styttri. Ef eitthvað búinn að skrifa að telja mappið þá Shine critical þessuna. Ég held hún sé svona meter styttri að koma inn á þennan spýtukabla en ég held að þessi kabli sé meter lengri. Mér líður eins og longi sé öðruvísi en ég bara ekki alveg viss sko. Ég ekki búinn að stúdera þetta alveg nóg vel. Gæti vel verið, ég þori ekki að fara með það en ég veit eins og að það búið að blokka gluggana í Optimus. Trukkinum, góða. Það gamla góða spottið þar. Já, það var jump spot í gennum gluggana, það farið. Já. Og þeir verðast bara að múa gluggum bara hægri vinstri í þessu mappi. Ég gleym aldrei gluggunum minn á klósetti. Maður gat staðið í Matrix og kasta svona flassi sem braut gluggan. Já, ég man eftir því. Geggjaflass. Það var one of my faves. Glugginn í gula í Núk. Já, vá. Trip down memory lane. Já, vá. Var það ekki á sama tíma og allt reyli var fyrir utan í Núk? Þú gast verið terra og hoppað og reyli fyrir utan. Vá, við spilum með þess að competitively í því hérna á Íslandi. Já, þetta verður. Það aðeins verið, við erum vist að rístasta server, það eitthvað vesen í gangi. Þannig að þið fáið að sjá fallega andlitið á Becca og andlitið á mér. Hey, wow. En vissulega mikið búið að breyta Núkinu í gennum tíðina eins og við töluðum reilið úti og gast farið upp á klett sem terr. Já. Hoppað á reil og farið backheaven. Það var viðstöðlust, ég man eftir því sko. Og það spilaði þetta mapp líka bara enginn. Nei, þetta var líka svolítið glata, það var svona hæp að fá það aftur inn og svo koma og þeir tók alveg svona sinn tíma að breyta því. Já, en síðan var reilið stitt, þannig við gast ekki lengur hoppað á það sem terri nema með run-boosti. Já, þú veist, ímyndaður hugsun á baku það hjá gauðunum á Valskristónu. Já. Fórsturum minna run-boostið, já, þú veist. Come on, sko. Og síðan var glugginn í gula fjarlæður, reilið tekið alveg í burtu og þá var hægt að spila þetta mapp. Ég er náttúrulega að spila 1.6 en meðan við allavega, kannski líkara Source núkið, Source mappinu. Og voru á neðri hæðinni, á B-sætinu í Source. Gastu verið í báðum helmingunum? Ég reyndi að spila ekki Source heldur, en ég hef bara séð vídeo að því, bara þegar þú horfir á 1.6 þá gastu farið, segja að B-sætið hér og þú gast farið inn á annan hluta af B-sætinu. Var það í Source? Það var 1.6 allavega. Já, það var 1.6, já. Trip down memory lane fyrir ykkur sem heima sitið. Eina sem ég man alltaf svona nokkurn veginn layoutið og ég sé alveg klippur á Denos svífa hann á fjallinu, einhverja gamla klippur á hann. Já. Og svo náttúrulega bara klassíska fragmúðin, hann Mouse-fragmúðin þegar introið á múvíinu held ég sé að kemur eitthvað fljúgandi flass og hann Six úr Mouse bara spreyja niður einhverja fjóra og hann geggja, Invader smá stæla í gangi þá bara, geggja fragmúi bæði. Ef þið ekki búin að tjekkja á Mouse fragmúin úr 1.6, það bara eitt besta fragmúi allra tíma að mínum að þið sko. Talandi fragmúi, ég væri mikið til að komast í databaseið af huga.is og sjá öll gömlu góðu íslensku fragmyndbundin. Það pottitt eitthvað sem á þetta flakkar heima á sér. Pottitt. Ef þú átt þetta heima á þér, þá þú að fara að senda mér skilaboð og ég skal koma með annan flakkar og ná í þetta tíðin. Voru eitthvað flott fragmúi á Íslandi frá huga? Ég meina öll sem að ég var í. Bara öll. Síðan voru kannski 2 og þau voru ekkert afskaplega góð og killin ekki góð. Nei, ég meina leikurinn hefur þróast mikið, það allir miklu betri. Já, og sko, killin sem að ég var með, þau voru hræðileg, en mikið fannst mér cool að vera í fragmúi maður. Já. Mom, I made it! Ég er komin í fragmúi. Herru, við erum live. Við erum komin live. Herru, það er svoleiðis. Nóg okkur. Já, nóg okkur og mig og fragmúi. En massi feilar og sveittir að koma að gera monsterinn alveg viðstöðulaust. En hér í Kiddi, sko með Deglu, hann heitir engu.
Hugo og Bjarni búinn að finna einn sér, einn daginn. Bjarni búinn að bæta í, tegur 2. Vírus með deglu í hefn, finnur einn. Ég er búinn að sjá að Makkan er svolítið góð í þessum leik, því það er þægilegt að run and gunna með henni, sko. Já, ég held Birnir, Skuggi. Sér alveg í hann, en Bjarni er bara einfallega betur. Bjarni með þessi notebook hann, sko. Algjörlega, en eins og þú segir, ég held að run and gun sé að voru mikið sterkara í CS2 eins og staðan er núna. Allavega með SMG, sko. Ég held að sé ennþá jafn glórulaust að hlaupa með riffla, sko. Ég held að ef þú sett að upplifa það að einhver sé að hlaupa og drepa það í Go, nei, í CS2, það er það bara þetta... Þá eru það að svindla. Nei, þá er þetta sem margir er að tala þetta svona interpolation á milli client og services og þetta svona, það lítur út fyrir hann sé að hlaupa en hann er það ekki. Eitthvað svona nördatal, ég er ánægður með það. Já. En ég veit hins vegar... Herðu. Flossi feilar aftur. Undan hinn. Það er búið að breyta rörunni eitthvað. Hann er sveittur og mollinn feilaði líka. Þetta er ekki gott, en Bjarni kemur hérna hlaupandi með Makkan, neini, hætta þeir róa þetta. Kitty er búinn að finna einn. Hann svarað leið, sveittur, fellir Kittadisko. Og fer alltaf bara út hérna, taka plássi strax, vita maðurinn er lifandi bíða, kannski vita eitthvað info að þeir tóku það. Þeir eru bara alveg komið lengst út, Monster, hann geti fundið eitthvað hér, finnur engan! Vírus hefur einfaldlega betur, en það er annar maður, vita er af öðru manni, sveitt út Monster. Bara, hann rífur bara púspuna. Já, mín í honum er alveg sama, hann er alveg til í að nota allt. Sveittur finnur einn mann hér, finnur hann annan, Furious, hann droppar í vatni, hann ætlar ekki að deyja einn á bíðinu, það viltu alls ekki. Ég geri það mjög reglulega og ég er alltaf skammaður og ég er alltaf með samvinskupið yfir því. Býttu, var Danni að tala við Stinna Kapping og sett hann bara ljótustu stikkar í leiknum á bussuna sína, hvað? Ég er ekki sáttur með þetta, Danni. Boss. Já, en Akonu Kapping virkilega flott, ég er alveg til í hana. Stick reception, þú ert nú bara að ljúga þarna, sko. Nei. Hann er hættur í síðan, sko. Sveittur, hann er feldur hér, Furious að finna Sveitt og Breiðablik að sigla öðru rondin í hús. En ég ætlaði svo sem ekkert snertinn á þessu, en ég sá myndband þar sem að leikmenn eru hlaupandi með deglu í CS2. Og í hverjum 4 skotum hlaupandi hitt eru 2. Það er klikkutölfræði. Já. Og í hverjum 8 skotum hitt eru 4. Hlaupandi. Þetta er galið. Ég ætla ekki að segja þetta, en bara nota þetta skynsamlega. Herðu, Kalli, við búum að borða neitur, hann verður gripinn innan með buxur niður, eða hvað kemst inn á klósettið? Vel gert, Jókala. Hann tekur 4 í skada og hér, Míndigris að finna Sveitt og Vangir að finna Hugo og Vangir að finna Birni líka. Þá er bara Bjarni að Leif Fluff eftir, Leif Fluff 1 eftir. Og þeir eru konum með 3 round Atlantic, það er sama og þeir funduð á móti Þór. Er þetta þessi 3 round sem við finna í þessu leik? Er Breiðablik komið í gang og er að horfa allt yfir og ég hugsa meina, ekki. Bara Eithorna í gangi í tengi finnur 2 í headshot-angul og bara rústar þeim. Já, þeir áttu ekki break í Vangirinn hann að... Hann er að fá spray under control-si, ég spilaði með honum á hann og hann var eitthvað að tala að þetta væri vonlaust, en hann er ekkert vonlaust þarna hjá honum, sko, þetta er bara allt beint í á, sko. Mind over matter. Ákvæmlega, vel sagt. En 3-3 er staðan og Atlantic þeir forsa hér, Birnir kaupir ekki alveg sem er áhugavert. Nei, hvað er hann með? Já, bara Peter 50 Cassion, ég fyrir vappa eða eitthvað, hann lítur að vera, annars var hann ekki skora, sko. Gæti verið glórulaust að kaupa ekki bara í takt við Atlantic liðið hjá þér. Þú vilt vera með sömu byssur, keistir bara Galil og... Ég hef meiri líkur á að vinna rándin. Algjörlega. Þá vinnur það að fara vappin í andstæðinginum. En... Bakker að prífæra, finnur engan hér, hann bakkar hann og sæt. Hann er Míndigris með vappan í höndunum, tilbúin í þetta eða eitthvað. Nei, þetta er á línunni. Atlantic eru rosa góðir að taka smá, snemma aðkontról. En... Ítir ekki á más, hann að Míndigris, finna Birni hér, það gerir hann svo sannarlega. En Bjarni verður að refsunum ef hann fer aftur rýpíkið, Bjarni. Raggi rýpík á appanum á aðinu, reynir að finna annan Bjarni. Og Hugo feldur Míndigris ískaldur að fara rýpíkið. Þannig kemur 8 kill. Vangir búinn að finna 1 hér. Bjarni reynir að svara, finnur 1 en ekki mikið meira það. 4. rándi komið í hús fyrir Breiðablik. Og já, þetta hefur oft lítið betur út fyrir Atlantic. Ég skil ekki ennþá af hverju Birnir keypti ekki. Já. Ég skildi ekki. Það var smá glórulaust. Ertu það confident á að sérst að vera að vinna þetta round á að kaupa bara P250 og vona það besta? Það er algjörlega rétt hjá þér, en það er einhver hugsun á bakvitaðan sem er upp, en nú kaupir hann Tech og Headrummer. Já, þetta er...
Hvað er með Lost Bonus? Þeir eru búin að tapa 3 í röð eða ekki? Og við skulum ekki gleyma því að í síðast þá getur refundað það sem þú kaupir. Þannig þótt á misbæði bara P250 og getur refundað hana, keyptir eitthvað annað. Rétt. Það alveg sama hvað þú kaupir og getur refundað. Skemmtileg breyting. Já, en mér finnst það skrýtna stýra, hann kaupir Heddarum og róna þetta. Þetta er áhugavert. Birnir gæti hins vegar fundið. Hér Vankir, hann er felldur. Birnir búinn að finna eitthvað með tekkurinn sem hann keypti, sem hann hefði kannski átt að kaupa í síðasta rándi eða hvað. Birnir hleypur í AK-in. Taktu þennan AK ekki frá mér. Gefðu mér eitthvað. Ég er frá AK í hendunar, takk. En Atlantic þeirra að leita hér. Bjarni reiður á svipinn. Já, fór ekki vel með hann í myndatökunni. Jú. Já, hann lítur rosalega vel út. Ég elska reiðan Bjarna. Já, reyndar ég gerði það líka. Bara, þú sér hvað Danni er glaður, sko. Það er bara eins og að vera að mikrodósa og svo kemur allt í einu Bjarni, sko. Já, en Atlantic er að leita hér með pistols og finna hér Maggi Vírus að standa fastur, finnur 2 sem er virkilega vel gert. Í sama áfangal og fyrri aðan, vel gert. Furious og Kitty Disco er í tekinu núna. Það er Vappi í höndunum á Leflöf, það er AK og Birni. Hann finnur engan hér, þetta geti verið dýrkeypt, hann var að reyna að finna eitthvað info en hér koma þær. Leflöf hittir þessu og Birnir hittir hinnu, 4-4 staðan, þeir eru komnir yfir 3. rándið. Vel gert á Atlantican að finna þessi frögg og loka rándinu. Nú fá það frían Vappa líka, það þurfi ekki að kaupa hann með peningags Birnis. Leið og að Birnir kaupið sér Heddarmór, þá vinna þær. Tekku kannski, það er kannski tekkan. Það geti verið tekkan. Kannski P250 ekki málið í þessu leik. Geti verið það. En 4-4 staðan, það er 1 rándi meira en þið náðu á móti Þórsmönnum Atlantic þar að segja. En Breiðablik þeir vilja fá mikið fleiri ránd hér. Smókurinn fyrir Monster hittir ekki, þetta geti verið dýrkeypt. Leflöf væri að halda línunni þann út Monster. Já, við sjáum að Maggi er í rótteitinu og það er Furri sem kemur B og spilar hann með Kitta. Kitti er ekki komin á ról, hann var svaklegur í seinstaleik, en hérna er að reyna að finna fraggið út B, fá ekki neitt með þessu molla á bakka. Flassið feilaði hjá Leflöf þarna. Spurning hvort að lestin hafi verið að fara og blokka það. Mögulega, þetta er bara einmitt tími sem lestin kemur, sko. Það væri típist, sko. Furious, hann er framalegur með M4 í höndunum með Kitta Disco hliðin á sér. Þeir eru 3 á B-side. Furious að leita bústinn á short, finnur engan þar. Það er eitt rosalega athyglisvert við shortið núna. Það er búið að bæta einhverju svona sillu þarna á shortið. Þannig að ef það er að hlaupa á entry að shortið og fara wide, þá þarf þetta að hlaupa nýja leið. Þetta er búið að blokka mig rosalega oft í að spila svo. Þið takið á punktið þetta niður eða þið lendið í overpass á móti Sögu. Þá vitið þið það að tækja verður leit út shortið. En hér Furious. Nei, Vankir fyrirgefi. Hittir ekki einu einasta skoti á Bjarna, ekki til að drepa hann. En það er bara, þeir snúa hérna við, fá info og eru með entry og þeir eru bara margir að fara upp aðeins en þeir ætla að feika þennan smá bið. Þeir eru ennþá 2 þetta Monster og ætla að kontakta það greinlega. Algjörlega Leflöf og Bjarni að koma hérna út Monsterinn kontakt. Þeir keyra út núna, hérna heyri Kitty Disco í þessu öllu saman. Þeir eru að koma út bið, Kitty Disco er feldur. Virkilega snyrstilega að spila í Atlantic, góð flett á þarna, Hugo vel aggressífi niðri, Hára Vírus næstur rauðinni niðri, Hugo með ekkert í líf en sveittur eða hins vegar. Garbaði dúo eða bara solo þetta ránd upp hérna, vel gert hjá þeim. Algjörlega mín líkils með Vappan í höndunum búinn að finna sveittan, hann vill núna bakka og lifa meðan að Vappa, hann fær það aldrei. Nei, það þú sér þegar maður mættur hann á klósetti þegar hann tveir að hlupa. En gæti hann sólað sig fram í hann, það getur hann ekki, hann finnur Bjarna hér, þá er hann næsti Hugo. Hann heyrði á honum, sá skuggan líka þarna. Eða hvað? Jú! Ó, nei, hann getur... Tímasendingin er alls ekki góð fyrir Mínið í grís. Missir af þessu Hugo, finnur Mini. Óheppinn þarna. Og Atlantic búinn að sigla 5. rándinu hér. Það er allt eins og á að vera fyrir Atlantic. Þeir eru að hitta öllum sínum skotum. Og allir er að hitta sínum skotum hjá Atlantic. Já, þetta byrja vel allavega fyrir Atlantic. Þeir eru komnir yfir 3 ránd og þeir eru að hafa stjórn á peningnum minna. Það var alveg gott, vel gert hjá þeim að þeir sem sagt feika smá kontról þarna björnmegin. Vankir tekur andlitið af Leflöf á Vappanum. Og á sama tíma hafa Bjarni búinn að finna Furious og Kitty Disco svarar leið. Felli Bjarna.
Kitty Disco getur hann gert eitthvað meira hér, gerir það ekki. Er að fá Diglurandi sem vorum að biðum? Það getur verið fyrsta Diglurand vinnið í síðast tveimur að það að koma hér. Birnir, hann á 8 í HP, Sveittur og Hugo, hún við hlið með 100 HP báðir. Á móti Vírus, Vankir og Mindigrís. Hvað að gera standa rólegir Breiðabliksmenn. Sjáum hins vegar að Kalli Míni, hann búinn að ná í allt eins og í heiminum. Hann að fara bak lungulegina. Þetta svona típist ránd sem þú tapar. Þú ert að vera svo öruggur, svo allt einu kemur Digli baki að þér, tekur í hnakkan og þú ert bara oh my god, hvað að gerast? Þannig að málið Birnir, ef Kalli Mínigrís fyrir lengirlegina þá heyrir Birnir í honum hér. Vankir ekki að hitta neinu. Fólum með þið, þá vantaði hann upp á Eyþóri. Vírus, Akko í headshot, hann að fara að gera eitthvað glórið hér. Vírus svingar, finnur engan og þá eru bara Mindigrís einn eftir, finnur ennið á Sveitt hér. Ég í rugglinu. Hugo tekur Mindigrís og kýlir hann í jörðina. 7. rándi komið í hús. Þetta svona svolítið annað Atlantic-lið en við sáum í síðasta leik. Já, þeir eru að fara betur inn á sætinina og þeir eru ekki að tapa sér rítökum eins og þeir gera á móti Þór. Þeir bara, þetta byrja vel hjá þeim. Terri byrja vel, þeir eru að ná að stjórna tempóinu, tapa pistólu og sigla svo 3 röndu baka. Algjörlega. Breiðablik aðeins koma að byrja að klóra í röndin en svo eru Breiðablik búin að vera svolítið mistæki núna. Það er bara vantar smá upp á hefðum. Og séð, það munar rosa miklu, það get ekki alltaf verið að spamma þessum molla og húta. Þeir eru klárlega, greinilega ekki. Vá, Leflöf að hitta glæsilegu skoti á Vankir hann að framalega og hérna veður Bjarni út, Hjorti finnur 2 þar. Og þeir eiga bara bíðið gott sem Vírus. Getur hann gert eitthvað hér, finnur 1 en ekki mikið meira það. Þá er það bara Mindigrís 1 eftir. Hann ætlaði að reyna að finna vappan hér á Leflöf. Gerir það, Leflöf hittir ekki auðveldaskotinu, hittir erfiðaskotinu. Já, típist. Þetta er Dreiken. Leðilegt. Finnur annan. Þetta gætu orðið dýrt ráð hér. Býtu, hann er kitt. Það er 2 eftir. Hittir ekki flassinu. Sveittur. Hann með puttan á púlsinum hér. Vel gert hjá Atlantic hana. Bara, þetta er Atlantic sem við erum búin að bíða eftir allt tímabilið. Algjörlega. Þetta eru þeir. En leikurinn ekki búinn. Þú ert á móti Breiðablik. Þú vilt ekki það einu séns að þú vilt spila það örugt. Rétt hjá þér. En þetta er bara svona, þú veist, þetta er allt annað lið. Þannig að þú veist, hvernig þeir eru að klára rondin og bara skemmtilegir. Já, algjörlega. Þeir eru að ná að klára killin sín, ná að klára rondin sem að var það sem að vantaði upp á móti Þór. Þeir eru komnir í meira en 2-falt magna af terrandum en þeir gera á móti Þór sem er svo sannlega ákvæmt Mindigrís með Digluna, finnur Akko hér, finnur hann annan Leflöf. Sami dúel, nei, hvað gerist hér? Leflöf hefur betur og Birnir finnur Vírus á sama tíma og Sveittur að finna Vankir, það er alltaf falla Atlantic með inn hér. Furious og Kitty Disco 2 eftir, einugir með Diglu og lítinn armor. Svolítið aggressíft í Bjarna. Bjarni kemur siglandi niður headshot. Diggle Blazin ekki alveg að skila sínu þannig. Og Sveittur að koma niður með honum hér. Furious feldur. Það voru Kitty Disco, þeir vita ekkert af honum. Jú, vissi hann, Birnir var eitthvað mólan út og var svo sniður. Hann var á shortinu á hann. Vissi hann og lendi ykkur fæti og Kitty hitt hann bara drapa næstu sko. Hvað er Bjarni að gera? Hann er með glokk hlaupandum. Jæja, finnur hann. Hann er mest í fantasy. Það er svoleiðis. En Sveittur finnur Kitty Disco hér undir lokinn og 8. rándi komið í hús. Þetta lítur út töluvert betur út fyrir Atlantic. Það er stór bónus þegar yngjulíturinn er að toppfraka. Það er þægilegt. Þegar yngjulíturinn er efstur í liðinu þá líður manni vel. Algjörlega. Það er svo að gefa manni boost sko, bara liðsboost. Það gerir það, algjörlega. Og það gefur líka yngjulítunum hellings sjálfstraust. Já, kannski svolítið mikið í þessu rándi en það eru eitthvað dreif. Já, full mikið að því góða. Það eru með monstersmokurinn hérna en þetta er bara að keisla monster, breyta tempóinu hérna. Keyra út monsterinn, hér Leflöf fremstur með vappan. Það er enginn að mæta þeim, þeir bara tók grimt shorttek og hérna. Það er alltaf falla Atlantic meginn, 2 feldir. Mindigrís svarar loksins. Það er aðeins og seint. Birnir. Þeir eru bara að vera aggressiv hérna út á shortið. Þeir búast aldrei við þessu flassi hins vegar gerir klálega mönnum viðvart að hér sé maður en það skiptir engu máli. Birnir er feldur og aftur Atlantic bara yfir keyrsla á Breiðablik. Já, þetta er Atlantic eins og ég segja hann. Þetta er Atlantic sem við viljum sjá. Bara áfram með þá, vel gert. Hjartanlega sammála. Þetta eru gaurarnir sem að
unnu stórmeistaramótið fyrra með smá breytingu, en það er að sjá einna, Bjarni að bjúsa alveg að Breiðablik er ekki búinn að kondísjona vel í alls konar hluti. Algjörlega Bjarni með Mark 10 aftur, en það eru nokkri leikmenn, allir leikmennir með lítinn armor í liði Breiðabliks. Það geti gert lífið leitt fyrir Breiðablik. Það sem Bjarni ætlar að hlaupa inn á bara mökku. Kemur hlaupandi, hann er með alveg svart, hvað er hann að gera Bjarni? Hann hljóp út hljóptið, búinn að teipa niður másinn og það er alltaf falla Breiðabliks megin. Vírus stelur því að Kalla, en Kalla er í prímstöðu. Nei, Birnir fellir hann og Kitty tekur annan, komið sér á blað, en Vírus að fara í óþarfa línu þarna. Algjörlega, LeFluff fekk gefinskill. Getur hann gert eitthvað í þessu rándi? Sæki byssuna bara að spila í tíma þegar eigi línu og bombu. Vappin verður að labba inn í túbu til þess að ná í bombuna. Þetta er, ef þeir tapa þessu rándi, þá sé ég þetta ekki fara nema 16-4. Algjörlega, LeFluff dingar í gegn, hann á 26 í lífi eftir það. Ekki æskilegt, núna vil hann bara bakka, halda byssu ef hann nær því, tekur skot þarna, hittir ekki neitt nema kannski vegginn ef hann er heppinn. Þarna kom Díglurand á okkar og hver annar en Kalli að stikla því inn. Kalli og Kitty og Maggi með smá klínapöna stelur killa Kalla. Algjörlega, Maggi er leggjaður í þessu rándi, en það dugar ekki til. En Pás, Bjarni Pás, tekur þú takkina? Nei. Sjá ekki grafíkina hérna efst uppi. Hún er örlítið röng út af því að leikur ekki ráð fyrir síðan bara MR12, en við erum að spila MR15 enn sem komið er. Og þar sem að leikurinn er mjög nýr, þá höfum við ekkert að laga þetta. Það er alltaf leik, bara að horfa á skorbordi. Já, algjörlega. Nei, hvað staðan er? Horfðu bara á leikinn og hafðu gaman. Hugo ekki alveg með droppu á reynu hana, bara að spila svo ég. Takk alltaf damage í droppum, eins og einhver kjáni. Það er alltaf lagi, Bjarni kemur hérna beint upp. Þeir ætla bara beint að taka fjarkan og Heiþór heyri vita M3. Gott, áfram með eitthvað 2 í treytið. Hér finnur einn og dingar annan Hugo og 5 í lífi eftir þetta á Bjarni. En allt í hennu bara komin inn á A-ið, Mýndingin gerir ráð fyrir trefbröðan hér. Þá eru Hugo næstur með bombun á bakkinu, nær hann að bakka. Kalli ætlaði að skjóta í hennu vegginn hann sástu það. Já, ég held að myndi gera það og fá killið hann, sko. Það er típist Bjarni. Vírus með Vappa og hann finnur hann er að gera tilkall til Vappans í liðinu. Mýndingin feldur líka LeFluff, hann er bara einfallega betrið báðir á Vappanum hér. Finnur báða Vappana hjá Breiðablik. Og þá er bara LeFluff 1-2, Fury og svo Kitty Disco hinum meginn á skorbortinu. LeFluff tekur snúninginn. Hann sá skuggan og segi. Já, Kitty Disco eitthvað, ekki alveg viss. Ég held hann að segja hana því að ég held að skugginn fer út í fjarkanuna. Ég er ekki alveg viss. Gæti verið LeFluff að labba 5-una hér. Já, svo hann horfið 5 og býst við honum. Hann með bombun á bakinu. Gæti mögulega gert eitthvað úr þessu rondi. LeFluff að hann lappi ekki hann smókin ískaldurinn. Furious, hann starir á hann. Hann ætlar ekki að tapa rondinu svona. Nei. 9-6 í hálfleik fyrir Atlantic. Töluvert betra Atlantic-liðinu við sáum hér síðast. Já, það fóru smá þarna, hvað voru ekki 9-4, töpuður á móti Díglum. Þú voru smá búin að missa aðeina og Bjarni var bara alltaf að hlaupa inn á sætin, vill bara fá þessi frögg, sko, en já, Bjarni leit út bara tíðanbili eins og hann hafi súpeglúa 2,5 niður og má seitt líka þegar hann kom nálægt þeim. Hérna er Danni kominn á dúlunar, það er þessi klassík og ég sé að það eru 2 á P2000. Það eru bara, ég held að þetta sé málið, strákar. Ég held það, sko. Vinn í mínum bókum. Nógar að sjá Hugo pistolina. Nei, hvert fyrir hann? Já, hann er með monsterspónið. Og þeir mæta hér. Já, koma. 5 leikmenn Breiðabliks koma hér rætt út. Hugo með P2000 í höndunum finnur engan eða hvað Kitty Disco finnur LeFluff allavega. Geta ekki gert eitthvað meira hér. Atlantic menn, þeir eru 3 á sætinu. Sveittur með dúllur í höndunum og hann feldur leið. Það er allt Breiðablik. Það er allt rautt hér á skorbortinu. Það geta endað svo fallega, en bara vel gert hjá Breiðablikana. Þeir voru 3 með á tunnur í einhverju svona beitsetupi en það kom bara 1 maður sem truflaði þarna hægra megin og voru svolítið grófir í að svinga þarna út til tunnurinn til að reyna að finna fröggina sæt. Bara ég vil sjá bara stikka þarna og láta það koma í ykkur. Algjörlega, en allt kom fyrir ekki. Breiðablik að vinna pistol og sannfærandi. Já, mjög. Hvað, 5 leiðandi? Já, og það er bara beint aftur í Monsters. Það er málega það. Það er ekkert verið að flækja þetta. Þeir er alltaf að hoppa hægra. Það er sokkur með aftur. Þeir eru samt eitthvað óvissir. Tvístígandi Vanger fremstur með mökkuna. Hér finnur hann sveitt. Hugo er honum við hlið. Gera er eitthvað hér. Vírus með Galil. Og þetta eru kannski mistök hérna. Koma þetta. Birnir með nófuna á short.
maður í hefn með skát, taka mannin og sæt. Þetta er ekki þægileg stað til að vera í fyrir terrana, maður í hefn með skát. Alls ekki og hérna mínútur að sigla þessu rondi eiginlega bara algjörlega í höfn fyrir Breiðablik. Já, með skát í höndunum. Þetta verðist bara að vera að fara í 9-9, þar sem bæði liðin, það sem Atlantic þurfa að spara hérna í næsta rándi. Algjörlega. Nema Fluff, það er alltaf þessi maður og skát. Oh my god. Já, það er stór hættulegt kombo. Það er stundum, ég held hann væri bara að djóka fyrst ég byrjaði að taka eftir hann og spila skát og svo horfði ég meira og meira á hann og ég bara, hvernig er þetta að vera svo góð með skát, sko. Finnur annan og finnur hann annað takk og þá er bara Myndigris stöður líka. Þeir eru báðir stöður hér. Hvað er að gera? Leif Fluff að gera allt rétt, gera peningin virkilega erfiðan fyrir Breiðablik í þessu rondi. Leif Fluff á skát eins og var svo að tala hann er en frakk hæstur í liði Atlantic. Já, fallegt. Það var geggja rond. Algjörlega hjá báðum liðum fannst mér. Já, bara Breiðablik byrjuði þetta rosalega vel og svo náttúrulega bara individual performance hjá Fluff hana með skátunum að loka alveg á peningin. Fossaði á til að kaupa allavega 2 AKs fyrir stikkar á galanum og vankir á mökkunni. Sjáum hvað hann gerir, vankirinn hana fjarkinir í BM-in allan takk í kontról. Hérna er forskaup hjá Atlantic. Já, þeir forsa á móti. Þeir vita að peningurinn er lár hjá Breiðabliksmönnum. Bjarni sá hann ekki. En Kalli sá hann 100p, þú sér það hvernig vírusinn er rétt að... Finnur killi hér og það eru 2 feldur hjá Atlantic. 3. maðurinn feldur en Bjarni svarar með einum, það er ekki nóg. Það eru 4 eftir á móti 2, Hugo og Sveittur með Nóvu í höndunum. Þú ert ekki að gera nokkuð skapaðan hlut með Nóvu í overpass. Ég veit ekki hvort þetta var rétt call að kaupa hana, af því að þú veist, ég skil það út af því þeir vinna 9 terround, þeir vilja bara vera aggressífir. En ég skil það út frá því að þið drápu allan nema 1 í síðasta raundi. Já, mögulega, en terranir eru samt alltaf að fara að snowballa peningin betur, sko. Algjörlega. En þetta er svona kokki kaup, sko. Það hefði mögulega getið verið stór mistök ef þið væri með MR12. Já. Þetta hefði mögulega getið bara klárað leikinn fyrir Breiðablik ef svo væri en Hugo... Kit, Smoke. Hann er líklegur til alls. Hugo, Hugi, Snær, Lindsson. En Myndigris sér við honum 9-9. Það er allt í járnum. Já, og Furri bara 3. Hann þarf að fá Furiousin í gang, sko. Furious heldur sennilega á barninu sínu nýfætta. Já, til hamingju með það. Já, Mikli meistarinn. Það er sennilega örlítið síðan. Ég er mögulega að mismunna hvort það hefur verið í fyrra. En ég man það ekki. Ég veit að hann á bara barn. Það er svolítið. Hann er algjörmeistarinn. Já, já, algjörlega. Þorlákur Furious Máni. Þetta ránd hér, ef að Atlantic vinna þetta ránd, þá setur það Breiðablik í smá vesen. Spurning hvort að Vankir reyni eitthvað ótrúlegt hér. Já, nei, Leif Fluff, gripinn glóðvolkur á 5-munni. Það eru rosa aggressífur en alveg öfugt við Atlantic, þá eru Breiðablik bara að byrja hérna með mikið B-control dominance og kenna ekki með plassi, búm. Gott. Bjarni störblindur, Vankir finnur killið leið. En þá er næstu 3 menn, þeir eru í hóp hér saman í tenginu en 2 þeirra eru að lappa fantinn. Já, bara klassísk beinabröndina. Spurning hvort það Myndigris geti mista AK-in hér ef hann stikkar og lengi. Hann hendur bara smók niður. Hann gerir ráð fyrir þessu. Tekur enga sens að ég er bara að sjá Myndigris bakka langt. Hérna viltu samt ekki missa AK-in. Þú ert ennþá með mökku. Það er bara málið. Hann sökur hann lítið HP líka. Hugo hefur einfallega betur. Hann var one hit, Myndigris. Og hérna viltu halda þessu byggjabankan þeir eru búin að taka gamla og kaupa kúlflassa. Það er virkilega gott þannig að... Furri með kill. Let's go. Furri komin á blað hér. Komin á 4. killið. Kitty Disco einhverjum svo 9 og Myndigris á 26. Takk fyrir. Já, Kitty var svolítið búljaður hann á bíðinu, sko. Annarkvort komið rössandi í hann og hann er einn að taka mótið með Famas eða hann er að rótita inn í, sko, dautt sætt. Þannig, já. Já, við tökum ekkert á hann. Nei, saman með Furra, kannski svolítið erfiðar að koma inn á, taka mótið annarkvort rössi eða, já, hver í rótiti, sko. En það er allir voða svipari Atlantic, allir á svipuð róli, killega séð og damage. En hér, 3 menn út sjórtið. Þeir eru að banka rosalega mikið á sjórtið. Þetta skot hjá Leif Fluff, glæsilegt á Myndigris. Einfallega með reaction time á við kött. Já, riski stað að vera 1-3 með vappa en bara hefur bara gerið vel.
tveir í Monster eru að beita á inn í hann. Hugo í Della skilega góð, missi 49 HP, Birnir búin að finna Furious. Þeir vita að þeir eru heavy B-megin og finna bara hinn fröggin sem eru mikilvæg. Hann sá Vappan kom yfir og þetta var galopin Vappi, hvað hann að gera? Gerir ráð fyrir að shortið sé bara clear. Já, þetta var smá miscommunication hana. Hugo er bara, við vorum í setupi. Algjörlega sveittur með Monsterinn, Bjarni og Hugo sjáum shortið. Og það eru Vírus, Kitty Disco og Vanger 3 eftir. Getur gert eitthvað hér, Kitty Disco, þeir eru með bombuna í Monster. Þetta er hættulegt fyrir hættulegt að svingat út, finnur ekkert. Vírus núna til. Vel gert hjá Atlantic að vera í þessu stöðum af því að þú veist, Danni er að láta vita sér að fullu og Breiðablik ætla einangra killi og en þú veist, Hugo er alltaf tilbúin til að vera með honum sko. Algjörlega, þeir pikkuðu ekki upp Vappan, Beggi. Mistu Vappin dó fyrir utan Close upp í grill og Vappin var ekki pikkaður aftur upp. Það hljóta hafa verið mistök. Ég trúi ekki öðru, mér finnst það skrýndið sko. Ég hugsa það 10-10, það er allt í járnum úr 9-9 í 10-10. Meðan við skotið sem Fluff tók, ég meina heldur hann vil ekki Vappa. Hann er búinn að vera bara að hitta mörgu skotum. Það eru yfirgnefandi líkur að Furious er ekki að missa hópið þannig að niður aðra á hreinu. En ég vil sjá meira A-controlana hjá strákunum. Þeir eru rosalega B-heavy, en þeir greinlega eru bara með gameplan og eru að fylgja þeim. Atlantic eins og sérð ekki að spila mikið upp á map-controlin A-megin. Smá eru búin að vera rosalega heavy 5-megin, en ekki, rétt að taka ekki kontróla. Hérna kemur Hugo, fær 3K í sprayinu og Kalli treytar þessu. Hugo allt í öllu 3K, Minidigris svara, finnur annan, geta finnir þriðja Minidigris að svara. Opnar upp randi hérna þvert á móti Hugo sem lokaða, fekk 3 frögg í sprayinu sinu, A4-in að skila sínu. Sjáðu Birni, hann er hér, finnur hann ekkert! Með mikilvægt kill. Þetta er alls ekki gott, núna er að lega Fluff einn eftir. Hann heyrði honum. Hlýtur að vera bomban á leiðinni niður, hann lappar brú, Minidigris býst aldrei við þessu, sér hann, tekur ekki skotið, en það eru mistök, Furious! Nei, ég var svo hrifinn af þessu. Furious. Hann býst við Furious þannig að því Furious fekk fraggi hægra megin, hann býst við honum einhvers staðar Monster megin, en bara, ég fíla þetta alveg ágætlega sko. Algjörlega, þetta round leit út fyrir að vera round fyrir Atlantic. Hugo með 3K og Minidigris svarar bara hæl. 3K tilbaka og þannig fór svo sjóferð. Hérna sáðu, Atlantic ætlaði að kaupa en það kom smá ægi, bara nei, refund. Við refundum hérna. Ég sá hann faðma saman fyrir stuttu. Mjög sniður, skemmtileg viðbót þetta að geta refundað. Já, bara farlegt að skemmtilegt engul komið út sko, á mínum mati. Algjörlega. En samt var þetta ekki einhvern veginn hluti sem ég hugsaði mér? Nei, alls ekki. Það er einhvern veginn beðið með að kaupa bara fram á síðustu sekund til að vera vissum að gera ekki mistök. Eru að kaupa? En hérna kemur Fluffari. Minidigris bara með puttan á púlsinn, hann er komin í 30 frögg hér, Kitty Disco að finna Birni. Hann er komin í 10 frögg. Þriðjung af killunum með Minidigris, Furious, hann er feldur, hann er gjörsamlega týndur. Bjarni gefur honum að færa AK í hendurna hér. Hérna þurfa þessu Bjarni aftur í gang. Bjarni, hvað er þetta að gera? Hann veður bara með 2! Hvað er að gerast í þessu leik? Bjarni, yfirvegun hana. Það var vel spilað, ótrúlega vel spilað, en bara back aftur í tengja hana. Já, úr því sem komið var, takk við brosandi og lifðu. Geggjað, vel spilað hjá honum. Hugo og sveittur núna 2 eftir á móti Vírus og Vanger. Þeir eru hvorugir með byssur í höndunum. Gefum bara gott tækifæri á vinnaðarrándina. Mikilvægt. Sérstaklega þegar hann var 14-8 áðan. Var ekki búinn að fá neitt í 10 ránd. Algjörlega. Og hendir í þessi kill, gullfallet. Algjörlega. Hérna er að labba inn á B-ið Hugo. Hann er í neðra, hann er með 5-7 í höndunum. Og smókur. Virkilega góðu smókur. Vírus eins og er búinn að finna sveitt. Og þið vita af Hugo, hvað er það að gera? Smókur kom! Hugo! Fær rándið sem hann átti að fá í síðasta rándi, fær það loksins. Fær það tilbaka, vel gert Hugo. 11, 9, 10, 11. Allt er svo að vera hörkuleikur eins og spáður. Skiptast á rándum hérna í lokin. Það væri gaman að fá einn óutamleikina. Við erum ekkert búin að fá óutamleik í deildinni. Ekki ennþá. En þetta er að tíja upp í að verða fyrsti slíki leikurinn. Kalli kaupir hetju hérna. Og maður sjá, já, glokkur og rest. Ekkert að því, deglur á 2, Furious og Vírus á deglum.
Furious ekki alveg búinn að finna sig í þessu leik, situr einungis á 6 fröggum. Hérna sjáum við svo líka smá tilbreytingu hjá Atlantic, þeir komin á double vapn. Já, algjörlega. Bjarni á secondary. Áhugavert. Já, ég myndi af þessum leikmönnum myndi ég alveg setja Bjarni á vapn, sko. Ég vil hafa Danna og Hugo á riflum, þeir eru svaka ræflerar og hvað þá Birnir. Algjörlega, 3 ræflerar í húð og hár. Vilt ekki taka AK-in en M4-in af þeim. Furri færi það. Furri finnir ekki þannig að Bjarni er búinn að finna 1. Skiptast á hérna að gefa frá sér AK-in og hérna spottar eins og double weapon. Nú vita þér að þessu. Algjörlega, og það gæti tíjað upp í eitthvað hratt ránd fyrir Breiðablik. Kalli samt á 30 bombu. Kalli er að gera allt rétt hér, enda ekkert ástæðulausa, hann keypti sér AK í síðast rándi, hann er búinn að vera að hitta öllu. Vírus kaupir sér Mac 10 og Vanger líka. Já. Míndýrið spyr á deglu eða hvað, eða með byssu þannig. Já, Vanger er skipt við hann, Vanger er liðsmaður. Bara segja hérna, herru, þetta er Monsterus. Þeir vita að setja double vappi, þeir ætla bara að keyra hérna Monster í góðu molli fyrir þeim á shortið, þeir hittu sér loks 2 flöss yfir, en þeir eru að mæta hérna beint í Monster inn í molla! Vá, vel gert! Sveitur og Hugo, tag-tímið búinn að finna 4 á milli sín. Það var bara Míndýr, svo hann er felldur líka. 13. rándi komið í hús fyrir Atlantic og ekki var það erfitt ránd þetta. Vel gert hjá Atlantic hérna, þeir vita að þetta er þeir eru double uppi og þeir eru undir pressu að fá á sig Monsterus, ákveða bara að mæta heavy, bombum 2 flössum, mollum, 2 mollum, neitum og bara double A4 í spray. Algjörlega ekki taka marka á overleginu, sjáu þeir uppið, þetta er ekki overtime. Nei. Þetta er bara hlutið að vera með vesen. Já, Spectatorinn er ekki alveg komin í sinnlega en það fylgist bara með skorinu, þið þekki þetta alveg, þeir eru allir búin að spila síðast lengi, flestir allavega. Allavega flestir búin að fylgjast lengi með. Það er fægirningsskot í tengi. Og hérna eru 3 leikmenn, Sveittur, hann lappar áfram. Það er Furious, hann gæti fundið eitthvað áhugavert hér, hann er störblindur. Nammi flass. Algjörlega Leflöf búinn að finna einn og það er allir leikmenn Atlantic B-meginu mappinu sem staðinu núna. Bomban feld fyrir ofan tengi, það er Kitty Disco. Vírus búinn að finna einn, finnur hann annan, gerir það ekki. Míndýrið finnur hann heldur ekki, eða hvað? Nei. Deglan, hún var ekki að svara kallinu þannig að það er svo Deglan sé ekki eins góð í þessu öðru þriðjaskoti. Nei, en ef þú hleypur þá hittir þú 2 og 4 sem er galið. Já, I'll see it when I believe it, en ég treysti þér alveg, sko. Já. Ég vil það bara ennþá að sjá það in game, sko. Þá er ég að fara aðra plánum, sko. Algjörlega 14-11 er staðan, Breiðablik komnir í vesen. Já, þeir lenda undir hérna, sko. Hérna þurfa að fá smá klassísk Breiðablik rándinina sem þeir voru að vinna. En Atlantic var komin á gott ról í City og þeir stikka sig við double weapon. Góð neita maður. Virkilega góð greina, tekur sko meira en 100 HP af 2 samanlagt. Þetta er svo mikill demoralizer. Afski íslenskuna, ég veit ekki íslensk orðið einu sinni, en það bara að fá, þegar þú ert svona, ok, nú ætlum við að breyta tempo og fá svo 2 neitu beint í smettið okkur. Rosalega niðurdrepandi. Bang! En allt er aftur að falla Atlantic megin hér. Það er bara Furious, Kitty Disco og Vanger sem eftirlifa. Smókurinn að feita á shortinu, getur Vanger gert eitthvað? Nei, boost á side, Birnir finnur Furious og Vanger er feldur líka. Það var bara Kitty Disco einn eftir, finnur einn en ekkert mikið meiri það. 15. rándi komið í hús og peningurinn er í vesen. Já, þetta er, eins og sagði ráðan í senstuleik, þetta er dög að drepast hérna. Við þurfum hérna, þeir þurfa eitthvað stórt ránd frá einstaklingum. Fá Kalla hérna upp, fá Eiki á Kalla kannski, skipta þér aftur, hann og Eyþór, nei, Galil og Eyþór, eða Vangarinn fyrirgeðu, en Kalli tekur bara Eiki no-headarmúr, hann vill. Já, það er leið, þegar út á 30 bombið gerður bara svo vilt, sko. Hérna verða er að standa sig í stikkinu, Breiðablik, þeir verða að vinna 4 rándir röð því annars er þessi leikur búinn. Atlantic sita á 15. rándinu og þeir þurfa að vinna 1 í viðbót. Þá er þessi leikur orðinn fyrsti sigurleikur Atlantic. Er hann að koma hér? Bjarni opnar þetta fyrir Atlantic á vappanum. Hvað var það um þessa neitu? Leflöf hittir skotuna Furious, ekki búinn að hitta Vírus enda, hann gerir það mögulega hér, gerir það hins vegar alls ekki. En, já, double weapon og akkurlega bara svarið hefðum, nema Kitty finnur Danna, Sveitt. Og þá eru 2 menn í tenginu að lappa upp saman. Gott play hjá þeim saman hér. Gæti verið í vesinni eða Furious hinum einu veginn. Hver er þetta Vírus? Hann er feldur.
Mínútu grís. En Birnir aðeins og fljótur á sig þarna, leita að næsta fraggi en finnur það ekki. Fluff fellur hann og Kitty þá bara einn eftir með lítið hápi. Atlantic fá fyrsta sigurinn sinn. Vel gert. Staðfest á móti Breiðablik. Fyrsti sigurinn komin í hús fyrir Atlantic og heldur lengi að koma fyrir Atlantic. Já, fyrir þessa strákalla og þennan kalibur af ég meina, stórmestrunum. Það hefði þurft að fá sigur fyrir, en þeir eru allavega konur á blað núna. Algjörlega stuðutablan hér fyrir framan okkur. Við skoðum hann á eftir, hún ekki orðin uppfærð. Við erum að vinna í þessu, engar ágjör af því. En já, Atlantic loksins komin á blað. Já, loksins. Á móti Breiðablik sem núna með 3 tapleiki. Já. 1 sigur. Já. Á móti Tension sem þeir eru mjög ofalega. Við svo tölum þessi deild bara rosalega jöfn, sko. Eins og sagði ráðan, sko. Það ég meina, Breiðablikunni Tension stöppu Atlantic og hvernig áttu þeir eftir líka, Þór rústa Atlantic, þetta bara út allt. Já, þetta nema Dusty, þeir eru bara sigurleið. Dusty að gera allt rétt, unnið sinn leik hér fyrir dag á móti IA, en Atlantic loksins. Bjarni er búinn að finna lausn á vandamálinu. Herra, toppulopina. Það gæti verið það. Vinna hérna Breiðablik, mikið pressuleið sem að vinna. Hver er MVP-inn í þessu leik? Hugo. Hjartanlega sammála Hugo, allt í öllu. Það er representaninn í peysunni, Hugo átti góðan leik. Hugo, vinur minn kær. Vel spilaði Hugo, bara hann átti mörg mikilvæg randana. Var greinilega að posta sig mjög vel rétt upp. Danni, smá shoutout á Danna líka. En bara vel spilaði það. Algjörlega. Og já, bara fallegt að sjá þetta einhvern veginn heppnast hjá þeim núna. Það sást þeir gerðu mjög svipaða hluti og gerðu á móti Þór með A-kontrólið. En það var bara að fara aðeins meira þeim megin núna. Voru aðeins þéttari. Algjörlega, enda Þórsmenn, þeir voru svolítið að leika og grátt þarna í bæði rítekunum og bara að klóra sig einhvern veginn tilbaka en er rándið á bara þórslegan hátt. Já. Það gátu bara Breiðablik því miður ekki hér í dag. Nei, þeir sýndu smá budget útgáfa en fór ekki alveg nokkuð allt þeim megin hérna. En ég vilja sjá Breiðablik taka aðeins meira A-kontról og vera meira A-heavy. Þú veist, þeir voru að fara B, Atlantic svöruðu því. Og þeir adjustuðu bara ekkert eftir það. Algjörlega. Atlantic 16, Breiðablik 11. Við ætlum að skoða leiki næstu viku. Við eigum þá tilbúna hér. Það eru Þórsmenn á móti FH. Það er fyrsti leikur Saga á móti Ármann. Það gæti orðið sleggja. Hvað finnst þér þann leik, Beggi? Spennandi leikur. Það ekki? Lagt til. Eru þið búin að prakka síðast 2? Nei, því miður, við höfum ekki haft tíma til að gera það. Danni var að sveifla killum á Spáni og Alli var í eitthvað bænum, hefum ekki allavega getað að spila. En þetta verður mjög spennandi leikur. Ég veit að margir eru einstaklinga eru búin að setja alveg nokkra klukkutíma í CS2. Mjög góð. Og þetta verður spennandi leikur. Líka Þór FH, það verður gaman að sjá hvað við höfum FH. Algjörlega. Á móti Þór, af því ég meina FH tóku út Atlantic. Já. En við skulum ekki gleyma síðasta leik næsta fimmtudags. Það er Tension á móti IBVF og það verður leikur að vera gaman að sjá hvernig Tension, hvort það er bánsið tilbaka af þessu tapi eða hvort það sé að fara að háða þeim eitthvað. Ég held að sé eitthvað IBVF í hag. Þeir eru náttúrulega með Jóa Sæn með sér hana. Kannski verður allt stöff á hreinu og allt bara stíf stratta bara svo í gamla daga. Já, ég gerir sterklega ráð fyrir því að þeir verði alveg drillaðir. Já, ég vona að sjá hérna góðan leiki á IBVF. Já, þeir náðu 12 rándum á Ármann síðustu. Já, fyrir helgi. Var ekki 15-5 og svo enduðu við 15-12. 15-7 minnum mig. Já, ok. Frekar. En IBVF eru til alls líklegir með Sæn í farabróti. Við hefum ekki stöðutöfluna. Nei, hún þarf að farast. Já, en það er allt í lagi. En við veitum alltaf að Dusty í 8 stigum. Já, Dusty sitja á toppinu, við veitum það. Við getum sterklega gert ráð fyrir því. Og svo er FH náttúrulega með 2 sigra, þannig þeir sitja frekar ofalega. Þór með 2 sigra. Já. Og öll hinn liðin eru bara með 1 sigur. Fyrir utan náttúrulega IBVF, Tension fyrir ekki þeir með 2 sigra líka. Algjörlega. Og restin er bara með 1. Og eiga eftir nokkur liðana eftir 4. leiki sinn. Algjörlega. Og svo IBVF en þá sigurleysi. Kannski koma þeim á töflu núna í vikunni og þá verður þetta ennþá jafnara og meira spennandi. Ennþá jafnara og ennþá spennandi. Höfum það loka orðin hér í dag. Við viljum þakka kærlega fyrir okkur og við sjáum stress á 5. daginn aftur. Þá verður sennilega Tommi komin aftur. Þannig Bergur, takk kærlega fyrir mig. Takk kærlega fyrir mig. Sjáum á 5. daginn.